Finnur Ágúst Ingimundarson og mér var falið að stýra þessari málstofu þar sem Halldóra Eyjólfsdóttir og Ágústa Jónsdóttir ætla að segja frá kórstarfi í Langholtskirkju undir yfirskriftinni Syngjandi kirkja, Langholtskirkja, syngjandi kirkja, lofgjörð og heilsubót. Gjörðu svo vel. Já, við ætlum sem sagt að segja aðeins frá söngstarfinu í Langholtskirkju, bara frá upphafi og til dagsins í dag. Og það óneitanlega það verður hlutur Jón Stefánssonar stór í þessari frásögn. Og hann sá kórstjóri sem við unnum með og þekkir náttúrulega best og þann tíma sem hann var með kórinn. Ég byrjaði í kórnum 1990 og var til 2007 og Halldór 93 og var líka til 2007. Þannig við þekkjum þetta nú þokkalega vel. Og já, þá það bara næsta. Það var sem sagt á almennu safnaðarfundi í febrúar 1953 sem var ákveðið að byggja Langholtskirkju. Og bygging á henni hófst sem sagt í mars 1957 og 1959 voru haldnir sem sagt fyrstu fundirnir í safnaðarheimilinu sem þó var ennþá bara moldargólf. Hins vegar var kirkjukórinn stofnaður 23. mars 1953 og það segir kannski eitthvað áherslurnar strax í upphafi að áður en að kirkjan var byggð var búið að ráða kórstjóra og organista. Og það var auglýst, og þetta þetta Helgi Þorláksson sem var þannig fyrsti organistinn, það var auglýst eftir söngfólki og í upphafi það voru 3 organistar sem sóttu stöðuna en það var enginn þeirra sem fékk starfið og heldur var Helgi Þorláksson sem var svo seinna skólastjóri í Vogaskóla, hann var ráðinn og þetta voru ekki minni menn en Páll Ísólfsson og Sigurður Birkir sem var söngmálastjóri sem hlutuðust til það til að tóku fólki raddprufur og já, þetta Páll Ísólfsson sem mælinn með Helga í verkið. Og það voru teknar raddprufur og það voru ráðnir inn 8 konur og 6 karlar og þar með kór Langholtskirkju, kirkjukór Langholtskirkju stofnaður. Ja, kirkjukór Langholtssöfnuðar stendur líka ekstra. Já, söfnuðar, já. Og í upphafi þá var bara æft heima hjá Helga Þorláksinni og konu hans, Gunnþóru. Og síðan árið 53 þá syngur kórinn fyrst í páskamessu í Laugarneskirkju. Langholtskirkja náttúrulega ekki tilbúin og þau höfðu æft upp sálma og messusvör og fæsta þessu fólki hafði nokkuð tíma sungið áður í kór og eiginlega enginn sem kunna lesa nótur. Þá koma næsta. Og þá það sem sagt kirkjukórinn. Það var sem sagt boðið upp að raddþjálfun hjá Kirkjukórasambandi Reykjavíkur og kórfélagar sem sagt greiddu fyrir hana. Það var samt ekki nein nótnakennsla sem náttúrulega hamlaði svolítið framförum í kórnum. Helgi Þorláksson var sem sagt organisti frá 30. september 1962 til 1960, fram til 1962 var Helgi organisti. Þá tekur Máni Sigurjónsson við og hann til 1964 ásamt einhverjum fleirum. En það sem gerðist fleira árið 1964, fyrir utan það að við Ágústa fæddumst, þá færði kórinn söfnuðunum sem sagt lítið pípuorgel og Sigurður Haukur var ráðinn prestur en það var ekki síst fyrir tilstuðlan hans að Jón Stefánsson var ráðinn til kirkjunar þá 17 ára gamall og þetta sem stofnfélagar kór Langholtskirkju, kirkjukórs Langholtssöfnuðar með Helga Þorláksson við harmoníum. Það má koma næsta. Og þá kynnum við til söguna Jón Stefánsson úr Mývatnssveit. Hann sem sagt fastráðinn hann bara 17 ára gamall. Það var nú kannski ekki allir sem höfðu trúað í að hann yrði eitthvað sérstaklega góður organisti og þetta var náttúrulega bara strákur. Þið sáuð á kórnum áðan myndinni. Þetta var yfirleitt allt eldra fólk heldur en hann. En hann átti eftir að sanna sig. Gefum næsta. Þegar Jónsi tekur við, þá vill hann fara að æfa stærri verk og þá var ákveðið að greiðslur fyrir söng færi í sjóð kórsins sem yrði notaði þá til að greiða fyrir undirleik
nótur, raddþjálfun og fleira og í stað þess að fólk fengi prívat og persónulega greitt fyrir messur. Þannig laðaði hann til sín yngra fólk og kórinn fór að syngja flóknari verk og varð líkari því sem hann í dag. Og það er svo krúttlega þessi auglýsing sem birtist í sennilega Morgunblaðinu. Kór Langholtskirkju óskar eftir ungum röddum, raddþjálfun, nýbreytni í starfi og svo bara símanúmer. Það er hrikalega krúttlega auglýsing og já. Og símanúmerinn 5 stafa. Já. Þetta sem byrjaði númer 8 hefur sennilega verið heima hjá Jónsa, það er mjög líklegt. Það var bara næsta. En það var náttúrulega með Jóni komu ýmsar nýjungar. Og fyrstu jólatónleikarnir sem kórinn heldur, þeir voru í Kristkirkju árið 1979, en árið seinna eru þeir haldnir í Langholtskirkju. Það eru svo kallega vettlingatónleikar og það má sjá mynd hérna af vettlingatónleikunum. Fólk dúðað og það var vegna þess að það var í Langholtskirkju en það var ekki búið að setja þak á kirkjuna og það var 14 stiga frost úti. Og svo þegar fólk klappaði þá kom svona vettlingahljóð. Og til að hlýja gestum, svo að þeir yrðu nú ekki alveg úti, að þá var hitað heitt súkkulaði, ekki kakó, heldur súkkulaði og fólki gefið í hlýjanu og það svona hefð sem hefur haldist ennþá og lengi vel það voru það makar kórfélaga sem sá að mestu leyti að gera súkkulaði og örugglega Helga líka. En nú það starfsfólk kirkjunnar sem gerir þetta, en þessari hefð ennþá viðhaldið. Og þessi tónleika voru alltaf klukkan 11 á föstudögum. Fólk var að koma heim á bænum, kom með pakka og pingla með sér í kirkjuna. 23, klukkan 23, ekki 11 morgunin, já. Takk. Og fyrir mjög marga var það upphafið að jólunum að hlusta á Ólöfu Kolbrúnu syngja Ó helga nótt. Og þegar best lét, þá voru fernir tónleikar, en svo hafið nú bara með auknu framboð, þetta var náttúrulega eitthvað nýtt, það voru ekki aðrir kórar með jólasöngva, en nú vitið þið hvernig þetta það langt sem að byrjaði að auglýsa fyrstu jólasöngvana eða jólatónleikana í ár, þannig að þetta hafi verið tvenni tónleikar núna. Það náttúrulega verið ekki hjá því komist að nefna hlut Ólafar Kolbrúnar í tónlistarstarfinu í Langholtskirkju. Í fyrsta lagi var það náttúrulega ekki fyrir hvern sem að vera gift Jóni Stefánsinni sem var giftur starfinu og meira til. Saman byggðu þau þetta náttúrulega upp. Hún sá raddþjálfun og söngkennslu. Hún var einsöngvari í stóru verkunum til margra ára og hún var náttúrulega kórfélagi og hún var líka fyrsti formaður kórs Langholtskirkju. Já, það sem Margrét Bóasdóttir sem tekur síðan við af Ólöfu sem formaður kórsins. Næsta. Og þá kemur aðeins að kórastarfinu í kirkjunni. Það hefur alveg frá upphafi verið ótrúlega mikill metnaður í kórastarfinu. Og í kórskólanum og í kórnum var boðið upp á raddþjálfun, í kórskólanum, já, og söngdeild Gradúali kórsins og Gradúali kórinn sem sagt barnakór sem var fyrst hétt þetta kór kórskólans og síðan verður það Gradúali kórnum. Það er boðið upp á grunnnám í söng og söngvarar bara byrjuðu þarna bara litlir og uxu svo upp með kórunum og það við ansi marga góða söngvara sem að hafa verið í kórnum. Já, ég teljaðu kannski upp. Já, það Vala, Valgerður Guðnadóttir, Þóra Einars, Oddur Arnþór, Jóna Kolbrúnadóttir, Kristín Sveinsdóttir, Harpa Ósk og Vera Hjördís og örugglega margir fleiri sem við munum ekki eftir núna.
Það var sem sagt ekki nóg með það að það var kór Langholtskirkju, fljótlega var til sem sagt kammerkór Langholtskirkju sem var svona nokkuð skonar athafnakór með menntuðu söngfólki. Þau tóku þátt í alls konar verkefnum, leiksýningu í Þjóðleikhúsinu, þau tóku þátt í fyrsta baltíska skandinavíska kóramótinu í Ríga, þau tóku þátt í kórakeppni og fengu gull í alþjóðlegri kórakeppni í Danmörku, þau fóru á norræna kirkjulista kóramóti í Gautaborg og ef þá myndaði þeim á blaðsíðu. En þau hafa líka gefið út geisladiska og var öflugur jarðarfarakór allt þangað til að Jónsi lést. Næsta. Þá er það kórskóli í Langholtskirkju. Hann er stofnaður 1992 og fyrsta verkefni þeirra var að syngja í Matteusarpassíunni. Og þegar var ákveðið að stofna barnakór í kirkjunni, að þá sagði Jón strax að hann vildi stofna barnakór sem yrði fremstur meðal jafningja. Og það tókst honum svo sannarlega. Og áður en kórskólinn stofnaður, þá söng kór Árbæjarskóla undir stjórn Áslaugar Bergsteinsdóttur með á jólasöngunum. En Áslaug og Jón höfðu kennt saman í Árbæjarskóla, kennt tónmenn saman og Áslaug kenndi þar mörg ár eftir að Jón hætti. Og þaðan komu margir góðir söngarar sem byrjuði í kór Árbæjarskóla og færðu sér svo yfir í kór Langholtskirkju. Já, og þetta byrjaði náttúrulega bara með einum aldurshóp en svo hefur nú heldur betur fjölgað og sýnum ykkur eftir skiptinguna og fleiri kóra sem eru komnir. Þetta er sem sagt Graduali kórinn sem er nú svona svolítið flaggskip barnakórana í Langholtskirkju. Graduali kórinn hefur náttúrulega komið fram við alls kyns tækifæri og farið í margar ferðir erlendis, sungið með Sinfóníuhljómsveit Íslands og eitthvað sé nefnt. En það var ekki bara söngu sem Jónsi kenndi þeim. Hann kenndi þeim líka að borða vondan mat og líka það að meta kjötsúpu og skilja ekki eftir kjöt og beinunum. Og í kjötsúpuveislunum var beinajarl Graduali kórsins en það var sæmdarheiti sem sá hlaut sem hafði klárað allt kjötið af beinunum. Og hér er nú krútlegasti kórinn af þeim öllum, það er Krútakórinn. Hann er stofnaður 1996 og gaman að segja frá því að Kristín Sveinsdóttir er ein af þeim sem byrjaði þar og hún er nú að syngja heldur betur ælendis eða ekki og hérna heima. Já, hérna heima líka. Og þetta er bara krútlegasti kór landsins og þó víða verið leitað. Og það hefur frá upphafi verið mikil ásókn í þennan kór. Innan raðakórs Langholtskirkju var líka starfræktur karlakór sem hét því hógværa nafni Karlakór Íslands og nágrennis sem var þó ofta kallaður stjúpbræður. Þeir tróðu upp til að afla fjár fyrir kórinn og kirkjuna og þeir sungi nokkrum óperusýningum og ýmsum uppákomum. Þeirra þekktasta lag var Síminn, þar sem farið er yfir nokkuð ítarlega hvernig skuli nota síma. En í kór Langholtskirkju, þegar allavega við vorum þar, þá var þetta svona kannski svolítið meira en bara kór. Það var æft tvisvar í viku á mánudags- og miðvikudagskvöldum, 2 tíma í senn og maður bara mætti á æfingar. Það var ekkert með ég er að fara í saumaklúbb, ég kemst ekki. Maður bara fer í saumaklúbbin þegar kóramingin er búin. Ef maður er að eiga barn, jú, maður fær kannski frí þá vikuna, svo bara mætti maður. Og kannski með krakka í bara bílstól á æfingar og allavega. Þetta einhvern veginn gekk fyrir öðru. Og stundum, það voru fernir tónleikar páska, auk þess sem var sungið í fermingum og í páskamessu, mætt klukkan 6:30 kannski á páskadagsmorgun, eftir að maður hafði haldið upp á tónleikana sem voru sungnir á laugardeginu. Og stundum farið beint. Já. En svo er það líka þannig að maður lét alltaf raddformanninn sinn vita.
þá ekki til neitt internet, þá gekk yfirleitt svona símarhingur. Þú hringdir alltaf í þennan sem fyrir neðan þig á listanum. Svo þegar maður fór á fæðingadeildina, þá hringdi maður í Ollu. Olla var raddformaðurinn og lét vita. Ef að fólk hafði ekki látið vita, þá fór Ólöf fram og hringdi í þann og spurði, hvar ertu? Það var bara þannig. Þetta var náttúrulega ekki bara kór, það var svo margt annað sem var svo skemmtilegt. Það var svo margt sem var sér til gaman skert. Þetta var mjög dýrmætur félagskapur náttúrulega. Komið næstu glæri finnur. Og það voru alls konar orðatiltæki og skemmtilegheit sem hafa fylgt kórnum í gegnum tíðina og það hefur líka verið svo mikið hagmæltu fólki sem getur hent fram vísum við ýmsu tækifæri. Í tengslum við þessa vísur hefur svo þróað allskyns orðfæri, til dæmis Fella- og Hólakirkja, alltaf kölluð Hóla og Fells, eftir að eftirfarandi vísa Guðmundar Guðlaugs var til í Englandsferð kórsins árið 1994. There is a terrible weather in Wales. Því vantar mig úlpu og pels. Það ætti oss að styrkja að á staðnum kirkja sem stærri en Hóla og Fells. Svo er nokkuð dæmi orð og orðfæri sem voru notuð og stundum nota maður það annars þar enn í kórnum og fólk veit ekkert hvað maður að tala. Og ef það er dræmmæting á tónleika, þá voru það tómthústónleikar. Ef að fagnaðarlæti sem ætluðu aldrei að byrja. Það komist fleiri að en vildu. Svo byrjuðum við svo seint að æfa að við hættum mun fyrr. Svo væri voða gott ef við getum sungið á svipuðum hraða á hljómsveitin. Við skulum mæta klukkan 11, dagurinn hvort sem er ónýtur. Og svo sýnir það kannski lundarfar Jónsa að sko ef að kórfélagar voru eitthvað að spjalla saman, það var verið að æfa stóru verkin, að staðis að vera eitthvað fúll og reiði og þá sagði kannski að sniðugt hjá Bach, setja svona resetatíf svo kórin geti spjallað og slúðrað. Svo fer fram hefðbundi spjall kórsins með ég sýni listir mínar á píanóið. Og þessa aríu samdi Bach, svo kórin geti spjallað saman. Svo er líka snúið út úr öllum sálmum eða mörgum sálmum og sérstaklega ef það var hægt að tengja texta við nöfn kórfélaga. Sigur hátíð sæl og bless. Og ég brýt og bramla fótskur þína. Svo var það alltaf Ómar frá Hæðunum, það var ungu maður sem kom í kórin sem var nú ekkit sérstaklega lagviss. Og hann hét Ómar og hann var alltaf kallaður Ómar frá Hæðunum eftir því. Svo var hann Helgi allstaðar. Og það var þrautalífs á vöku. Og hvað var hann aftur með vógarna? Gillir sunna voga og þá er það vogar í Mývatnssveit. Nema þeir sem voru frá Stuðlum, þeir sögðu þá Gillir sunna Stuðla. Sem var næsti bær við voga. Og síðan var það hann Bylgjur getur bundið. Það var eini kórnum sem hét Bylgja. Og svo jólinn, þá komu vitfirringarnir 3. Það voru náttúrulega ýmsar uppákomur á vegum kórsins og það voru settar upp óperur og það var Töfranikkan og Lag og Jem og það var Ófeigur og Neðridís og Lúsía var lamin úr, Sígildi baróninn, Tökum lærið og alltinn settu Litluljót. Svo þegar var Jónsi 50, þá tók alltinn sig saman og gaf hann bíl í afmælisgjöf. Og það var sem sagt dúkka í flókaskóm sem var sett í hægjendastól og bundin upp á bakið. Og það var sem sagt ein í hópnum sem átti bíl sem var úr sér gengin og hann var skreyttur í bak og fyrir. Og dúkkan hafði sem sagt kampariflösku í fanginu. Og hún var íklædd stuttermaból með mynd af Jónsa eftir Sigmund sem hafði birst í mogganum. Og allur altinn var íklæddur eins ból. Og þá var Sigrúnu Stefánsdóttir að orði, megir þú hvíla við misbreiða barma okkar. Og það má geta þess að Campari var drykkur sem að Jónsa þótti nú ekki slæmur og það var ort þessi stórkostlega vísa Campari. Doddi litli datt í dí og meiddi sig í fótnum.
fekk sér glas af Campari og batnaði í fótnum. Og alltinn raðaði sér svo inn í bílinn, það er spurning hvort að við sýnum ekki bara myndirnar. Áður en við tökum þjóðsöngin. Já. Við röðum okkur inn í bílinn og allt kring og síðan var keyrt frá skipasundinu. Síðan var keyrt frá skipasundinu að Langholtsveginum með dúkkuna upp á og úr hátalarakerfi sem var upp á bílnum. Þannig erum við að græja þetta. Og næsta var eini viðbútt. Góðar hægðir eru betri en vondur matur, stendur á bílum. Veistu Guði, en gerðu enga vitleysu. Og já, þess að það var, við vorum með hátalarakerfi og við spiluðum þjóðsöng allsins. Nú veit ég hvort að allir hér þekkja þjóðsöng allsins en okkur fannst ástæða til að spila hann fyrir ykkur. Og við biðjum okkur að sjálfsögða að rís úr fætum þegar kemur að honum. Það er bara... En það er bara undir allt sóló. Það er bleikt að fá allt sólóum sem í íslenskum lögum. Langaði svo að lokum að segja ykkur frá hliðarafurð Kórs Langholtskirkju. Það er hérna kór sem heitir Góðir grannar. Og Góðir grannar er uppistandi fólk sem hefur verið í Kór Langholtskirkju og þeir sem hafa ekki verið í Kór Langholtskirkju þeir halda þeir hafi verið þar, af því að það er bara svo mikið talað Kór Langholtskirkju. Það heyra svo margar sögur. Já. Og eitt af því sem hefur haldist í þessum kór, að það er að yrkja vísur. Og við fórum nú til Kork í vor og þetta er nú einhvern veginn þannig að þegar við Halldór erum saman í herbergi í útlöndum, þá er alltaf eins og það hafi orðið árás í herbygginu mjög stuttu eftir að við komum þar inn, meðan Sigrún samsöngskona okkar leggur náttfötin sín í follu og svo er bara ekkert meila drast þar. Nema hvað, við tókum mynd af drastlinu í herbygginu okkar og sendum á kórfélaga og stuttu setna kom vísa frá Guðmundi, en Guðmundur og Einar voru saman í herbyggi og konurnar þeirra heita Stína og Gunna. Og það var mjög snyrtilegt í þeirra herbyggjum. Það var eiginlega ekki neitt þar. Það var tómt. Hjá Guðmundi og Einsa er allt í þessu fína. Það eiga fáir eiginmenn eins og Gunn og Stína. Þegar Jónsi féll frá, þá sá maður ekki alveg fyrir sig að það væri hægt að feta í fótspor hans og að skarð hans virði ekki fyllt svo vel væri. Það kom hins vegar á daginn að við í Langholtinu duttum sannarlega í lukkupottin þegar Magnús Ragnarsson var ráðinn sem organisti við kirkjuna. Í fyrsta lagi var náttúrulega Maggi fyrrverandi kórfélagi í Kór Langholtskirkju og ekki nóg með það, heldur á sama tíma þá söng þar auk Magnúsar, pappans, Ragnar og 3 systkini. Þá voru 4 fjölskyldumeðlimir í einu í kórnum og gengu jafnan undir nafninu von Trapp fjölskyldan. Sannarlega dreifast hlutverkin á fleiri hendur en tónlistarstarfi kirkjunnar með miklum blóma, barnakórarnir blómstra,
Kór Langholtskirkju heldur uppteknum hætti við að syngja stórverk og það eina í rauninni sem hægt að kvarta yfir, það að sóknarnefndin á mjög erfitt með að finna pláss þegar við erum að funda. Því að það er verið að syngja í öllum vistarverum kirkjunar. Og bara til að sýna ykkur hvað starfið er öflugt núna í Langholtskirkju, að þá eru kórarnir, það er kór Langholtskirkju, það er Graduali kórinn sem er 13 ára eldri, Graduali Futuri sem er 10-12 ára, Graduali Liberi 7-9 ára, Krúta kór Langholtskirkju sem er skipt í 3 hópa, 4, 5 og 6 ára. Svo er Graduali Nobili sem er svona afurð, ekki beint undir Langholtskirkju en tengist honum samt óbeint. Jónsi startaði þessum kór. Svo er það Senili, við erum nú eiginlega í honum. Það er svona, þetta er að vera að halla á seinni hlutan. Eldri félagar. Og Gloria, það er svo kórin sem við förum öll í að lokum. Sem er komin upp í 7. Við höfum eitthvað til að hlakka til þegar því kemur. Komið, takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Ég held að það hafi verið gert ráð fyrir spurningum hérna og við getum tekið við spurningum úr sal eða ég geti byrjað á meðan þið hérna hugsið málið fram í sal. Ég veit ekki hvernig starfslýsing Jóns hefur verið þegar hann var ráðinn til starfa á sínum tíma, kannski var það ekki mjög formlegt eða skrifa niður á blað en þar var örugglega ekki gert ráð fyrir þessum kórskóla og þessum mikla barnastarfi. Hvað getið þið kannski sagt aðeins meira tildrög þess, hvernig verður þetta til? Er þetta tilkomið vegna þess að hann hafði starfað þarna eins og í Árbæjarskóla með börnum og getið þið sagt meira þetta, hvernig þetta verður til? Það var kannski bara að byrja með því að það vantaði barnakór í Mattheusarpassíun og líka bara á jólasöngunum. Ég hugsa það og svo náttúrulega bara vindur þetta upp á sig, eitthvað sem engan hafði órað fyrir. Og líka, það er náttúrulega bara ótrúlegt að þessi maður hélt í alla þessa þræði. Hann kom að þessu meira og minna. Hann var skólastjóri kórskólans, hann var stjórnandi kór Langholtskirkju, hann var með Graduali Nobili, hann var með kammerkórinn. Það var svo margt. Og þegar hann slasast og lendir í slysinu, þá eru allavega 5 mann sem að við fáum inn til þess að leysa hann af. Sem ég segi svolítið Hann var giftur starfinu og Ólur enda líka, en... Já, þá eru spurningar úr sal, eitthvað sem brennur á okkur. Líka við Óli og Olla geta bætt ykkur við. Það var bara verið forréttindi að fá að kynnast þessu starfi og vera í þessu kór. En það er svo komið inn á að þetta var ekki bara kórinn, þetta var líka eiginlega til jafns félagsskapur. Já, við glemdu líka að segja frá því að talandu það að þetta var svo miklu meira en bara kór að það var fara rétt með í Þórsmörk, fjölskylduferðir í mörg ár og svo Laugavatn seinna. Þannig að þetta var það var ekki bara að fólki í kórnum þekktist heldur fjölskyldurna líka. Það var haldin jólaböll fyrir börnin. Hverjum jólum, þó spilaði Jónsi, hátísmann og eftir því. Ég ætla líka að segja að gaman segja fyrir því að það var ekki í fyrra, þegar við sungum Messias, að þá heldur við svona opna æfingu og það komið bara fylltist safnaðarheimilega gömlu félögum sem bara sungum Messias í gegn. Þetta er ekki fræði. Og svo... Kósi líka það að fjölskyldan var inklútið, það var ekki já, allar æfingabúðir og allar ferðir var gert ráð fyrir mögumæður að þeim var fyrir að dreifa og börnum. Þetta var ekki svona, ég er í kórnum heldur, við erum í kórnum. Og við glemdu líka, ýmislegt sem við glemdum, það var með fjáröflun að það var, kórinn lék í fjölda kvikmynda og ekki bara kórinn heldur makar og tengdaforeldrar. Ég meina, maðurinn minn kynntist tannlækninum sínum þegar voru að leika saman í bíótugum og það var
tannlæknirinn er tengdasonur manns sem var í kórnum, þannig að þetta var bara ótrúlegt. Já, og við Ágústa vorum alltaf óléttar. Við vorum bara krónískt óléttar þarna á þessum árum og kallarnir okkar fengu alltaf að fara og leika. Og einu sinni þá voru þeir að leika í Agnesi og þá stóðu þeir á sauðskimskóm upp í helli í Bláfjöllum í heilan dag og komu alveg lopnir heim. Og svo þegar myndi var sýnd þá sást ekkert nema sauðskimskónir. Já, ég bæti þá kannski aftur við að því við erum hér saman sko, nú sá ég glitta í kollin á föðu mínum þarna á jólatónleikunum, í vellingatónleikunum og ég held að séu engin dæmi þriðju kynslóð í kórnum en sannarlega mörg dæmi aðra kynslóð. Ég hef sungið með dætrum ykkar og það eru fjölmörg dæmi þess að sem sagt börn fyrirvændi kórfélaga hafi svo skilað sér í kórinn en Þriðja kynslóð kórfélaga í okkar fjölskyldu byrjar í krúttakóri í haust. Já, það er kannski fyrsta dæmið einmitt, þannig að sem sýnir þá líka svona, já, er til marks þetta mikla uppeldisstarf sem þarna er unnið, já. Nú, Guðbjörg, þú, nei, já. Já. Við Forréttindi. Já, ekki forréttindi. Það var líka mjög margar eftirmyndaðar utanlandsferðir sem að kórinn tók þátt í eða sem Já. þriggja vikna ferð til Bandaríkjanna og Kanada. 3 vikna, spáið þið það? Það var önnur, já. Ég ætlaði bara að spyrja kynjahlutfallið í þessum barnakórum, er þetta ekki 99% stúlkur? Ekki krúttakórnum. Það eru fleiri stelpur líka í krúttakórnum. En við glemdum þetta drengjakórnum, það var reynt. Já, það var stofnaður drengjakór sem var starfræktur í einhver ár. Já, það var ekki samt mjög lengi. Nei, en einhvern veginn, það náði aldrei að rísa. Heiðar Ingi var með hann. Já, og Oliver Kentis á tímabili. Andri Björn, glimtu við Andra? Nei, hann var talin upp á hann. Já, einmitt, það er kannski ætti að bæta því við að sko, það hafa verið dæmi drengi sem hafa sungið í stúlknakórunum þarna þá fram að mútum og Andri Björn Róbertsson einmitt er eitt þeirra en það eru fleiri. Já, þannig að það er ekki óþekkt. Andri Björn fór beinustu leið úr graduálikórnum og í bassan í kórinn og við erum svo fræð að fá að syngja í fermingun hans, fermingavislunni. Þá var hann byrjað að setja í Kólangoskirkju að syngja bassa. Já. Já, ef það eru þá ekki fleiri spurningar þá held ég að við segjum þessu bara lokið þökkum Halldór og Ágústu fyrir. Nei, ég veit ekki. Já. En þetta er kannski, það var þetta stöðva útsetninguna, stöðva streymið. Takk sömuleiðis. Það ekki bara? Ég hef aldrei séð hennan bíl. Nei, ég það. Ámælisbílu. Óla var nú ekki til þessi hrifin. Já, þetta var mjög skemmtilegt. Ég var að segja, ég tók svolítið að myndum, má ég ekki alveg setja henn á Facebook? Jú. Þetta var bara svona minningatröð. Já. Við erum náttúrulega búin að vera í nostalgíu trippi allan dag. Sérðu það nú ekki? Það er ekki skapna. Það var nú kannski enn með háa.
Sko, ég nefnilega söng ekki með Ingimundi í kór. Nei, menn þeir eru alveg eins. Já, já, ha. Hann og Þorvaldur er náttúrulega. Áski, ég söng alltaf með honum. Já. En Ingimundur annarkvæmt var hann. Já, ég byrja 89. Nei, 82. Já. En þú hefur bæði haft efthæfina og hárlægi. Já.
mjög spennandi að vera að Já, þjónandi fórustu. þá hefjum við leik í þessari málstofu. Verið velkomin öll og takk fyrir að sýna þessari málstofu áhuga sem að ber yfirskriftina Þjóðkirkja og pólitík. Áður en ég kynni þessa ágætu þingmenn og þingkonur til leiks, þá kannski allt í lagi að eyða kannski mínútu eða tveimur í að aðeins að fara bara yfir hvernig svona pólitísk saga kirkjunar í tröllalaupi. Það svo merkilegt að þegar að við kannski rýnum erindi Martins Lúthers og siðbótarinnar, þá var Martin Lúther mjög upptekinn af því að skilgreina ríki og himnaríki, má segja. Tveggja ríkja kenningu. Þetta lærum við strax í guðfræðinni, svo því sem álpum stanga. Og þetta mjög skilgreinandi kannski fyrir umræðina sem við ætlum að eiga í dag, þegar við tölum kirkju og pólitík. Þetta náttúrulega breytist síðan í siðbótinni og kirkjan verður náttúrulega mjög fyrirferðarmikil ef við tölum íslenskt þjóðlíf og á tímabili heldur hún uppi velferðarkerfi, getum við margt sagt, menntakerfi, og mjög valdmikil að mörgu leyti í íslensku þjóðlífi, lengi vel. Þetta tekur síðan að breytast svolítið þegar að íslenskt ríki fer að mynda sig og upp úr aldamótum og þannig kannski hefst svolítið þessi saga sem við ætlum að fara að ræða núna þjóðkirkju og pólitík og hvernig þau samskipti öll eru. Og það getur vel verið að niðurstaðan af þessari umræðu kannski að við erum að færa snær hugmynd Martins Lúthers einmitt tvö ríki, eða tvö sverð ef ég maður rétt. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, við ætlum að aðeins að feta okkur í gegnum alls konar spurningar. Mér langar að kynna ykkur til leiks. Ágúst Bjarni Garðarsson yst, hann þingmaður Framsóknar í Kraganum, Suðvesturkjördæmi. Við höfum, það svolítið mér langar að koma inn á það því að þetta tilviljun, að ég hef átt kafla með öllum ykkar einhversstaðar sem ég þykir mjög fallegt. Þannig að ég og Ágúst Bjarni, við vorum saman í svokallari Vestfjarðanefnd þegar ég var sveitarstjóri fyrir vestan og hann var aðstofamaður forsætisráðherra og gerðum víðreist Vestfjörðina og gerðum örgulega margt af okkur, skynsamlegt. Svo Þórunn Sveinbjarnardóttir, þingkona Samfylkingar fyrir sama kjördæmi, Suðvesturkjördæmi, Kragan. Ég á minningu þar sem ég staddur út í Portugal í æfingaferð þar sem að liðstjórinn kemur út á æfingun og segir að Þórunn Sveinbjarnardóttir sé í símanum og ég held þetta væri grín og það hlógu allir og þá var hún að boða mig inn sem varaþingmaður fyrir Samfylkinguna. Mjög eftirminnilegt símtal vegna þess að það var mjög eftirminnilegt að vera varaþingmaður og eiga þá reynslu alla. Orri Páll Jóhannsson, þingmaður Vinstri grænna, við unnum saman í jafningafræðslunni. Kynntumst í hinu húsinu og það var svona upptaktur af því sem við köllum forvarnastarf fyrir ungmenni. Það nú búið að breytast mikið, ég ekki viss að við myndum kvitt upp á jafningafræðslunni í dag með þeim formerkjum. En það var svona upptaktur af því sem að, við þekkjum svolítið í dag, miklum breytingum, áttum frábært. Þorgerður Katrín, formaður Viðreisnar og þingkona Viðreisnar í Kraganum, Suðvesturkjördæmi. Og við þekkjumst gegnum stjórnmálastarf og þá ætla ég að opinbera mig sjálfan vegna þess að það verður að einhvern veginn að gera grein fyrir öllum hagsmunatengslum að ég skráður í Viðreisn. Þannig að þið vitið að því, en ég reyna að vera eins hlutlaus og hægt. Og svo það Diljá Mist Einarsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins í Reykjavíkur norður. Og við eigum nefnilega sögu líka vegna þess að þegar ég var framkvæmdastjóri stúdentaráðs þá kom Diljá einu svona óbóðslega reið upp á skrifstofutíminn og tók spegilinn út af skrifstofunni og vildi meina að spegillinn var að hamla fyrir hagsmunabaráttu stúdenta og ég væri ekki að eyða nógu miklum tíma í starfið. Og ég ætla ekki að neita þessari sögu. Þetta líka Diljá. Þannig að við einhvern veginn, það þessi kaflar í lífinu og maður hittir ólíkt fólk og það gerir mann því manni sem mann í dag. Mér langar að hefja leikinn á fyrstu spurningunni og ég ætla bara að varpa boltanum beint til Ágústa Bjarna og svo bara förum við svolítið bara koll af kolli. Við höfum 50 mínútur, þetta ekki langur tími, þannig við sjáum hvað okkur reiknast til.
En samband ríkis og þjóðkirkju hefur breyst mjög mikið undanfarin ár og jafnvel áratugi og það jafnvel í einhverjum tilfellum hægt að tala aðskilnað ríkis og kirkju í dag. Þá ennþá þjóðkirkjan samt stjórnarskrárvarinn og við höfum nú alveg tekið heilmikla umræðu það og svona leiðbeinandi kosningar þar sem við höfum ákveðið að svo skal vera allan sinn. En svo líka þannig að þjóðkirkjan tekur náttúrulega helstu tekjustofna sína í gegnum svokallar kirkjujarðasamkomulag sem til endurskoðunar eftir heldur 13-14 ár og svo það söfnuðir landsins sem að taka sína tekjur í gegnum sóknargjöld. Allt þetta kannski ber okkur niður að kannski sömu spurningunni sem að hver staða þjóðkirkjunnar í dag ykkar mati svona í íslensku þjóðlífi í nokkrum orðum. Og kannski bara í leiðinni, hvernig sér þann að þróast? Já, þið heyrið út í mér, já. Takk fyrir að bjóða mér að vera með ykkur í kvöld, það bara mjög skemmtilegt að fá að koma til ykkar. Ég held reyndar að hún myndi kynna minn sem samherjaðinn í fótbolta, en ekki pólitísku tenginguna. En hvað það? Flokkurinn minn, ef að ég fæ að byrja þar, að því ég gerir ráð fyrir því að við kannski munum staðsetja okkur aðeins þar, hér öll við borðið. Við ályktuðum nú á síðasta flokksþingi, sem nú æðsta þing flokksins, að trú- og lífsskoðunarfélög verði áfram studd og að sóknargjöldin sem að við Pétur, að því verandi í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis, höfum nú rætt á síðustu árum, eða allt frá því ég kom inn á þing, svona verið ákveðin barningur að lyfta þeim aðeins upp, en þau renni óskert til þessara félaga og flokkurinn minn leggur auðvitað mjög ríka áherslu á það að það fyrirkomulag verði áfram, vegna þess að það algjörlega mín sýn og flokksins að þjóðkirkjan hefur ríkar skyldur við alla landsmenn og svona leið og ég segi þetta þá verður mér nú að hugsa til orða fyrrverandi forsætisráðherra sem ég held að hún hafi nefnt það með þeim orðum þegar rýma þurfti Grindavík og Hallgrímskirkja fylltist að þetta væri þjóðkirkjan gæti þetta einn og mér finnst hún, að því að Pétur þú nefndi það líka hér í inngangi þínum að svona kirkjan hefur sinnt þessari ákveðnum hluta kannski velferðarþjónustunnar. Mér finnst þetta svona mjög gott dæmi það hvað kirkjan gegnir mikilvægu og hefur gert gegnum árin hvað hún gegnir mikilvægu hlutverki bara í okkar samfélagi. En að því hún nefnir hérna, ég ætla nú ekki að taka mjög langan tíma, en að því hún nefnir bara þetta kirkjujarðasamkomulag, ég hef með minnir að sé frá 1997 eða 6, en hefur í gegnum árin verið endurnýjað og hefur auðvitað reynst kirkjunni svona, hvað maður að segja, öflugur bakhjall og skapa en þetta kannski fjárhagslega sjálfstæði og öryggi sem að kirkjan þarf og hún auðvitað bara hluti að mínum mati og að svona okkar stjórnskipan, ég menna hún eins og hefur komið hér fram, ég menna hún í stjórnarskránni okkar og gegnir bara ákveðnu hlutverki og mikilvægu hlutverki bara á svo víðum grunni í samfélaginu. Þannig að ég ætla að leyfa mér að ljúka þessu bara með þeim orðum að bæði ég sem þingmaður og flokkurinn erum algjörlega á þeim stað að þessa samvinnu og þetta samstarf þarf auðvitað að halda áfram og treysta enn frekar. En ég læt þetta, ekki að taka svona sirka á þeim þáttum sem ábastum. Takk. Þórunn? Takk, komið þið sæl, gaman að vera með ykkur. Það mitt álit persónulega að þjóðkirkjan íslenska sé bæði sterk og veik. Að hún geti þegar á reynir sýnt mjög mikinn styrkleika í samfélaginu og hefur gert það mjög oft eins og þið öll vitið en mér finnst líka að hún búi við ákveðin veikleika og það svona veikleiki óttans við breytingar og ég held að það sé eitthvað sem að öll okkar sem að erum
í ábyrgðastörfum, við erum kjörnir fulltrúar, við bara sem samfélag stöndum frammi fyrir svo miklum samfélagsbreytingum og það sé kannski stærsta sameiginlega verkefni okkar allra að komast í gegnum þær ósködduð og sterkari en við vorum áður. Það er nú haft í flimtingum í þingflokknum mínum að ég sé sem sagt þjóðkirkjuarmur þingflokksins, við erum reyndar alveg tvær, en og mér þykir mjög vænt að tilheyra þeim armi. Ég er þeirra skoðunar að jafnaðarstefnan sé hin hlið kristindómsins og að því fleiri sem skilja það því betra. Ég er líka þeirra skoðunar og Samfylkingin mjög einlæglega að það eigi að skilja á milli ríkis og kirkju. Það er auðvitað alls ekki sama hvernig það er gert og það má auðvitað halda því fram með mjög góðum rökum að sá aðskilnaður sé næstum fullkominn. Það er auðvitað þannig. En ég held samt að það þurfi einhvern veginn að gera það, að myndbirta það þannig að fólk almennt skilji hvað það snýst. Í mínum huga er alveg ótvírætt að samningurinn merkilegri sem var gerður, kirkjujarðarsamningurinn, hann hlýtur að verða endurskoðaður og endurnýjaður til framtíðar. Ég sé ekkert benda til þess að það verði ekki gert, þó auðvitað við vitum kannski ekki hver við erum stödd eftir 10 ár, en samt sem áður. Ég held líka við þurfum öll, hvar sem við stöndum í þessu samfélagi að vera óhrædd við að tala trúfrelsi og vera óhrædd við að tala samtal trúarbragðanna. Og ég held að það sé hluti af því sem að mun reyna á okkur öll og er svo sem byrjað að reyna á okkur öll. Og það er skautunin í samfélaginu, það er skautunin í heiminum á milli ólíkra trúarbragða. Og það er auðvitað verkefni okkar að koma í veg fyrir hana og það er verkefni okkar að efla skilning á milli fólks, alveg sama hverrar trúar það er. Takk. Orri? Já, komið sæl. Gaman að fá tækifæri til að vera með ykkur. Það er nefnilega sama sagt í minnum þingflokki, það er þetta með kirkjuarminn í þingflokknum. Þann tíma sem ég hef starfað með Vinstrihreyfingunni grænu framboði þá hefur sannast sagna ekki verið mikil umræða á vettvangi okkar og í okkar innra starfi kirkjuna og eða trúarmál, en það á sér ákveðna forsögu enga síður í þessari 25 ára gömlu hreyfingu. Og bara sem dæmi að þá var ályktað 2011 aðskilnað ríkis og kirkju, en ég sé á texta ályktunarinnar því ég tók ekki þátt í þessari afgreiðslu á sínum tíma að þar hefur útgangspunkturinn verið mikilvægi víðtækrar sáttar í þjóðfélaginu samstarf ríkis og trúfélaga. Og þetta er svo sem tilfinning mín fyrir því litla samtali sem hefur átt sér stað innan minnar hreyfingar að það sé, þessi ályktun mikilvægi aðskilnaðarins en líka sáttarinnar. Og svolítið í þá átt sem að Þórunn talar hér, að því þú spurði líka staðinn eða staðkirkjunar eða afstöðuna til mikilvægis hennar í samfélaginu, þá er það mitt mat og ég veit að ég á mér marga fylgjendur í þeirri skoðun innan minnar hreyfingar að mikilvægi kirkjunar og annarra trúfélaga í samfélaginu er mikið, skilji. Ég ætla ekki að segja óumdeilt, það er það ekki, við vitum það. En það er mikið, en það er líka mikið í samhengi þeirra þjóðfélagsbreytinga sem við höfum séð og ég skildi orð Þórunnar hérna áðan og get tekið undir það. Við búum í fjölmenningarsamfélagi og höfum séð mikinn vöxt í því á undanförnum árum og það er afar mikilvægt og okkur takist að fullnusta þessa sátt sem þarf að vera í samfélaginu. Og þar gegnir kirkjan, verandi hér ef við getum orðað þannig fyrir í samfélaginu áður en viðbætur komu, mjög mikilvægu hlutverki með tilliti til þess sem hér hefur verið nefnt velferðarhlutverksins sem sannarlega enn þann dag í dag með öflugu kirkjustarfi eins og mér var bent á í samtali daginn en eins líka bara í menningarlegu samhengi. Þannig að ég ætla ekki að segja að það sé ágreiningur í minni hreyfingu mikilvægi kirkjunar en sannarlega skiptar skoðanir og við höfum ályktað þennan aðskilnað.
Og síðan höfum við séð breytingar, ég er að vísa til einhver sem var heit umræða 2011 og ég sé bara að hún er líka að draga dám af samfélagsumræðinu á þeim tíma eins og gjarnan ályktanir eru á þessum fundum okkar í pólitískum hreyfingum. Þannig að ef ég ætti að leggja mat á það hvort staðan sé sterk eða veik, að þá ætla ég að skilja við það með því að segja að hún er mikilvæg. En við þurfum að komast áfram í því samtali og þar held ég að við verðum að leggja til grundvellar þá breytingu, samfélagslegu breytingar sem við höfum séð og sáttina sem þarf að ríkja það hvernig samfélagið er samansett og virðingu fyrir því hvernig það er samansett og þá hvaða trúarbrögð eru þar að baki, það á við, eða lífsskoðun. Já, takk kærlega fyrir að bjóða mér og ég kannski held áfram með hvaða deildum að tilheyrir í hvaða flokki. Ég tilheyrir kirkju- og kristnideildinni í Viðreisn og ég tilheyri ekki þjóðkirkjunni, að þá hef ég enga síður líka notið þess stórkostlega mannauðs og þekkingar sem er að finna og hægt að ganga að, og það er ekki sjálfgefið innan þjóðkirkjunnar. Mér langar til gamans að við erum öll í pólitíkinni og við erum nýbúin að byggja nýtt hús í þinginu. 1880 þegar lagður hornsteinn að Alþingishúsinu, að þá kemur biskup Íslands, hann kemur með hamar og bankar þrisvar sinnum í hornsteinin í nafni heilagrar þrenningar til merkis það að undirstöður þessa merkilega hús með þessa mikilvægu starfsemi verði reistar meðal hans á bjargi trúarinnar. Og það sem meira er að biskup Íslands þá var forseti sameinans Alþingis. Þetta var þá, en þetta er samt lýsandi fyrir þá sögu sem við eigum að vera stolt af og lifa með og vinna með. Þess vegna þegar við síðan sjáum alveg frá því að hornsteinninn var lagður og síðan til dagsins í dag, þá er náttúrulega íslenskt samfélag búið að taka stakka skiptum og í rauninni að það er, og ekkert í rauninni, það er þannig að engin stjórnmálaflokkur tilheyrir tilteknum trúarbrögðum, ég segi Guði sé lof hér heima á Íslandi, en enga síður er það þannig að langstærsti meirihluti þjóðarinnar tilheyrir trúfélögum og þar af þessum stóra mikla hópi er síðan langstærsti hlutin innan íslensku þjóðkirkjunnar. Þannig að kjósendur allra flokka eru hluti af þessum veruleika að tilheyra trúfélagi og langstæsti í þjóðkirkjunni. Við í Karlskurkirkjunni erum næstast, en bara miklu minni. Og það er allt í lagi með það. Þannig að í þessu umhverfi þá starfa stjórnmálaflokkarnir þrátt fyrir að þeir séu hlutleysir gagnvart trúfélögum. Fyrir okkur sem samfélag og fyrir mig í pólitík, að því pólitíkin hún tengist líka trúnni og við höfum skoðanir, við höfum trúfrelsi. Og við eigum að rækta það, en það þýðir ekki að við getum ekki haft skoðanir. Það skiptir mig og held ég samfélagið allt, ekkert heldur ég sannfærð það að samfélagið allt þarf á sterkri þjóðkirkju að halda. Hún þarf að ráða yfir sínum innri málum, yfir sínum fjármálum og við sjáum það hvernig hún hefur þróast á síðustum árum og ég verð að hrósinni, já það er eflaust rétt sem að Þóra vinkona mín segir að það er líka ótti við ákveðna breytingar. En það er breytingar sem ég sé á þjóðkirkjunni á síðustu árum og það er vonur að þær breytingar haldi áfram og við förum inn í enn sterkar og mikilvægari tíma fyrir þjóðkirkjuna. Ég undirstrika við þurfum á henni sterkar að halda þegar við erum í miklu ölduróti samfélagsbreytinga og við vitum alveg þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Og þess vegna segi ég að þegar við horfum á þennan mannauð, þennan breiða mannauð, miklu þekkingu sem að vinnur innan kirkjunnar, stendur að henni, við erum að sjá hana bæta líf og umhverfi á mjög uppbyggilegan hátt og ef hún heldur svona áfram í ákveðni sjálfsrýni, ég vil líka og mig langar að hrósa meðal annars sem eru líka í samræmi við áherslu Viðreisnar, það hvernig meðal annars afstafa núverandi biskups gagnvart alls konar verkefnum, umbótaverkefnum, sögulegu uppgeri, örugglega ekki þægilegt. Að þurfa að taka ákveðna slagi líka innan kirkjunar, meðal annars þegar kemur að ákveðnu uppgeri til dæmis gagnvart hinsegin fólki. Mér finnst það virðingavert
En það er ekki sjálfgefið. En við þurfum á þessari sterku þjóðkirkju að halda, því að ég trúi því að með því verði líka meiri eining, meiri samstæði, meira samtal. Og það er samtalið og samstarfið sem ég held að þjóðkirkja verði halda áfram að rækta svona við þjóðina, því að samtalið við þjóðina er svo mikilvægt í þá veru að við höldum áfram að rækta umburðarlyndi, trúfelsi, virðingu, mannréttindi, mannhelgi og allt þetta sem skiptir okkur sem Íslendingar máli. Þannig að já, sterk þjóðkirkja er í þá okkur allra og við í Viðreisn, við munum ekki hika við að vinna að því. Það er í okkar stefnu aðskilnaði ríkis og kirkju. Hún er orðið meira og minna búin að ná þeim skrefum. Ég held að skipti mjög miklu máli að hún ráði þá yfir sínu fjármálum sjálf, sé með grundvöll til þess að standa og byggja á, af því það er í þágu þjóðarinnar. Takk fyrir. Diljá. Takk, fæ ég að ljúka þessu. Takk fyrir boðið, það er virkilega gaman að vera hérna með ykkur. Ég hóf daginn minn í Seltjarnarneskirkju og endan hér með ykkur og það er auðvitað hvergi betri að vera. Langsamlega flestir í mínum flokki og mínum þingflokki tilheyra kirkjuarminum og við biðjum bara mjög heitt og innilega fyrir hinnum. En mér fannst það skemmtilegt að Þórunn skildi nefna þetta með kirkjuarminn, því að ég var ekki búin að vera lengi þingmaður þegar að nokkrir góður kollegar buðu mig hjartanlega velkomna í kirkjuarm þingmanna og mér þótti sérstaklega vænt það, þó að það hafi nú verið sagt í léttum tóni. En varðandi hlutverk kirkjunar, þá er auðvitað búið komin á það að kirkjan okkar og kristin trú er stjórnarskrárvarin og það gleymist stundum, og ég hef verið að kvart yfir því að mér þykir markvisst verið að grafið undan þessu hlutverki og gert lítið úr því. Ég hef sérstaklega beint spjótum mínum að Reykjavíkurborg sem mér þykir hafa svona vegi að þessari sérstöku stöðu, ekki bara þessari sérstöku vörn sem við höfum utan kirkjun okkur og trúna, heldur líka bara trúfrelsinu og frelsinu til að iðka trúna. Það er nú, ég get tekið undir með kollegurum mínum sem hafa farið yfir það í nokkrum orðum og fallegum orðum mannauðinn í kirkjunu og mikilvægt hlutverk kirkjunar, og við þekkjum það auðvitað öll sem erum hér inni og það er á ekki síst við á landsbyggðinni. Og ég held að við ættum að treysta þetta hlutverk enn betur og styrkja það og styðja enn betur, og ég hef fulla trú á því að kirkjan geti haldið áfram að vera þessi mikilvæga stoð og stytta í íslensku þjóðlífi og íslensku samfélagi, ef hún bara hættir að afsaka tilvist sína og breiðir bara út faðminn eins og hún hefur verið að gera og tekur á móti enn fleirum. Og mér hefur þótt sérstaklega vænt að heyra nýjan biskup leggja áherslu á þetta í sínum málflutningi, að við þurfum að bara fara að ná í fleira fólk. Hér hefur verið talað svolítið breytta veruleika á Íslandi sem er fjölmenningarsamfélag, sem er mjög jákvætt, og við gleymum því stundum að af þessum hópi er mikill meirhluti kristinna trúar. Verkefni er nú bara, og áskorun er nú bara ekki meira heldur en svo. Þannig ég hef fulla trú á kirkjunni í þessum efnum. Takk fyrir. Þá langar mig aðeins að færa mig yfir í mál sem að einhverju leyti þið komið inn á örlítið núna í ykkar framsögu, og varða breytingar á kirkjunni síðasta áratuginn, getur við sagt. Og snýr svolítið að rödd kirkjunar inn í málefni samtímans. Ég nefni dæmi að kirkjan hefur haft skoðun og skýra rödd í málefnum hælisleitinda, flóttafólks, mannréttindamálum, umhverfismálum, og þetta er á einhverju leyti og að mínu viti nýr tónn, þar sem að kirkjan er svolítið að snúa ásjónu sinni að málefnum, eins og ég nefndi áðan, líðandi stundar og vera þátttakandi í umræðinni. Diljá, ég ætla að byrja á þér. Skiptir þetta máli? Eða á kirkjan að vera kannski meira í því sem að hún gerir og kann, ef ég bara orða það þannig, og hefur gert Gott að þú sagði það. Eða skiptir, eða þarf þetta að vera í einhverju jafnvægi?
Svarið er svolítið já og nei fyrir mér og þetta er nú bara mín persónulega skoðun. Ég held að kirkjan eigi bara nóg það að tala kristin gildi og kristna trú og boða hana og breiða út fagnaðarerindið og ég held að það sé það sem að fólk þarf ekki síst á því að halda að heyra þessa mundir. En sá boðskapur á auðvitað við og erindi inn í alls konar samfélagsleg málefni. Vandinn er bara sá, en leið og kirkjan fer svona að feta þessar pólitísku slóðir, þá ósjálfrátt fer fólk svona, því að það er þar sem að fólk skiptist miklu frekar í fylkingar og lið og hópa, heldur en að það getur saminast hérna trúarleg málefni. Þannig að það er það sem ég hef haft ágjör af og sjálfri finnst mér algjörlega ólíðandi að sækja messur og helgihald þar sem að er verið að predika pólitík. Mér finnst það óboðlegt. Það hefur tíðkast til dæmis í sumum söfnum hér í Reykjavík, þar sem ég bý, og ég er ekki hrifin af því sjálf. Takk fyrir, Þorgerður Katrín. Já, ég vil meina það að það sem ég kom inn á áðan, hvernig kirkjan hefur þróast á umliðnum misserum, og mér sýnist hún ætla að halda áfram að gera það líka undir nýjum biskupi, að mér finnst það eftirtaktavert. Mér finnst það sína hugrekki og mér finnst það fara inn í líka ákveðna sjálfsrýni hjá kirkjunni. Kirkjan veit alveg munin á pólitík og ekki. Kirkjan á að tala einmitt áfram kærleika, umburðarlyndi. Og ég bendi ofta á það er engin tilviljun að flest lýðræðisríki, flest ríki þar sem jafnrétti kynja, jafnrétti og mannréttindir í hávegum höfð, það sem að kristin kirkja hefur komið að. Ég er ekki að segja með þessu að saga kristina sé glæst alltaf, bara alls ekki. Og það er mjög margt í minni kirkju, katólsku kirkjunni, sem hefur verið miklu meira en vont og sárt. Og menn hefur mátt læra miklu meira þar heldur en raunin er. En hér heima finnst mér einmitt þjóðkirkjan hafa verið að taka þessi skref sem eru meðal annars að því við erum að tala flokka í samræmi við það sem að Viðreisn hefur vilja sjá og gera. Af því að ég er alveg viss að ef að það sætur hér flokkar sem eru á móti réttindum hinsegin fólks, þá væri þeir að segja nú kirkjan byrja að blanda sér inn í pólitík. Með ákveðna skoðunar umhverfismálum það pólitík. Kirkjan að hugsa umhverfið, hugsa það hvernig lífsgæði okkar geta aukist, hugsa það hvernig réttindi okkar allra geta þróast á grunni trúarinnar, inn í nútíð og framtíð. Og við verðum líka að hafa það í huga því við erum í pólitíkinni, löggjöfin á að byggjast og það er svona bjargi sem við byggjum á. Löggjöfin á að byggjast á þessum siðferðislegu hugmyndum réttlæti, sanngirni, almannahagsmuni og við vitum það náttúrulega að öll löggjöf, bara nýleg dæmi sanna það að það er ekki með almannahagsmuni. En þetta nákvæmlega þessi heimspeki sem svo sama í kristinni kirkju, mörgum öðrum trúarbrögðum og líka auðvitað hjá trúlausum líka. Og þetta þessar sameiginlegu grundvallar hugmyndir og það bjarg sem við sem mannlegt samfélag verðum að byggja á. Og kirkjan á ekki að vera feimin að byggja því bjargi, réttlætis, sanngirni, almannahagsmuna. Hún hefur þar hlutverki að gegna. Já, það er hægt að fara inn á einhver svona slóðir sem hægt að deila En Guðna bænum haldið það áfram, hafið þið skoðanir í þágu þess að taka utan fólkið og sýna virðingu. Og það finnst mér kirkjan vera að gera. Orri Páll. Já, ég hef ekki, svo ég tala nú bara persónulega og ég ætla að vera ósammála fyrir Diljá. Mér finnst skipta, sjokker. Mér finnst skipta máli að gildandi stofnanir í samfélaginu eins og að því við erum að ræða hér þjóðkirkjunni í þessu samhengi en ég myndist hér líka á það áðan að mín hreyfing vill jafnræði á milli þessara mismunandi eininga í samfélaginu hafi rödd og notana. En það markast kannski helst af því að undanförnu eða á undanförnum árum að þá hefur mér þótt það áheyrilegt að heyra skipulega talað mátt
kirkjunar sem stofnunar í að vinna og í þágu umhverfismála eða loftslagsmála, mannréttinda, svo ég taki dæmi, en ég tilheyri líka hinsegin samfélaginu sem sárnaði ofboðslega hvernig kirkjan sem heild, ekki einstaka aðilar innan hennar, brást og að örugglega að einhverju leyti að vísa til, sjálfsagt þegar ég segja áðan þetta, vísa til samfélagsumræðunar á þeim tíma svo ályktun sem ég las upp aðskilnað ríkis og kirkju, orðræðin í samfélaginu. Þannig ég átta mig jafnvel á því, eins og ég segi að þetta sé mikilvægt hlutverk, mikilvægrar og gildrar stofnunar í samfélaginu, að þetta mjög vandasamt hlutverk. Og það það auðvitað fyrir okkur öll sem einhvers staðar með rödd eða aukin aðgang að mikrofóni, ef við getum orðað það þannig. Þannig að ég hugsa að þetta geti verið, þetta vegur sem þarf að feta mjög varlega, en á móti kemur að þá ég á því að við að nota röddin okkar til góðs. En ég tek líka alveg undir það sem að Þorgerður að segja. Þú getur verið með öfgarnar í hina áttina sem að okkur hugnast ekki. Og nú ætlum ég ekki að segja að þetta hafi verið öfgafull umræða í öllu samhengi. En þegar umbreytingin að verða í samhengi afstöðu samfélagsins með tilliti til réttinda hinsegin fólks sem í grunninn mannréttindi, að þá brást kirkjan. En hún tók alveg virkan þátt í umræðinni og ýmsir söfnuðir í því samhengi. Þannig að þetta vandasamt að gera þetta, en ég ekki þeirrar skoðunar að kirkjan eigi að þegja og tek hatt minn ofan fyrir þeim sem ég hef setið og hlustað á í samhengi til að mynda hvernig kirkjan hefur, og ég ætla að nota orði sem kannski óviðurkvæmilegt, sprengt sig inn í umræðuna varðandi umhverfis- og loftslagsmál og sköpunarverkið í því samhengi, út frá trúarlegum forsendum og myndum sem sum þekkja og aðhyllast og önnur ekki. En þetta boðskapur sem að skiptir máli ef við ætlum raunverulega sem samfélag, íslenskt samfélag eða samfélag þjóðana að ná árangri með. Og ég bara tek hatt minn ofan fyrir ykkur í því samhengi. Takk fyrir. Þórunn. Já, það engin vafi í mínum huga að rödd kirkjunar skiptir máli og prestar, forystufólk kirkjunar, söfnuðir geta haft mjög mikil áhrif í samfélaginu til góðs með því að ræða þau mál sem uppi eru. Og ég held að kirkja sem að leggur sig ekki fram að skilja samtíman, hún tínir erindi sínu. Erindið að vera þjónandi forysta fyrir okkur öll. Erindið að túlka trúna og grundvöll hennar og siðfræði kristinnar trúar þannig að hún eigi erindi við sem flest. Og þar undir bara allt. Þar undir sköpunarverkið, þar undir mannhelgi, mannréttindi og svo framvegis. Að standa með þeim sem að þurfa á okkur hinum að halda og að tala málið þeirra. Því að það kannski það sem að hefur kannski verið erfiðast innan kirkjunar, get ég ímyndað mér í gegnum tíðina, einmitt að tala máli þeirra sem eru valdlausir. Samt það sem að trúin snýst um. Og nú reynir á vegna valdleysis ákveðins hóps í þessu samfélagi. Fyrir 50 árum var fyrsta konan vígð til prests á Íslandi. Fram að þeim tíma voru konur kannski ekki valdlausar innan kirkjunar, en þær voru það formlega. Ég ekki að tala að kirkjan eigi að vera eins og hver annar aðgerðasinni, en hún á að hafa styrkinn til að stíga fram og ávarpa það sem að hæst ber í samfélaginu með sínum hætti. Rétt eins og við gerum það með okkar hætti út frá þeim stefnum sem við aðhyllumst í stjórnmálum, að þá það svo mikilvægt hlutverk, af því ég held að það einmitt sé einhvern veginn, og þegar Orri Páll nefndi umhverfismálin, og við sem höfum svona þvælst svolítið í þeim geira og farið á alþjóðaráðstefnur og víðar, þar allt morandi í prestum og loftslagsráðstefnum og allskins trúdeildum og fólki sem brennandi í andanum vegna þess að við höfum ráðsmenn jarðar, og það sem þarf svolítið að skila út líka. Það erindið, kannski brýnasta erindi núna. Takk fyrir, Ágúst Bjarni.
Já, takk. Ég ætla kannski að svara þessu svona að það eru þetta þannig að þjóðkirkjan hefur í dag snertingu við flest okkar alveg frá fæðingu og til grafar og hefur þetta gert í 1000 ár. Við sjáum það bara við erum flest skírð í kirkju sem bara ómálga börn og staðfestum svo skírnarheitið við fermingu, fáum blessun kirkjunar í upphafi hjónabands og Þorri landsmanna fær sína hinstu kveðju í kirkjunni og mér finnst bara mikilvægt svo að þjóðkirkjan geti haldið áfram að sinna þessu mikilvæga hlutverki sínu, hún sé meðvituð í hvaða samfélagi hún býr og í hvaða samfélagi hún starfar í og mér finnst svona mér finnst ég hafa séð breytingu, nokkuð jákvæða breytingu á kirkjunni á undanförnum árum og ég vona að auðvitað þær haldi áfram og hún á að halda áfram og mér finnst við alltaf koma niður á sama stað svo hún geti haldið áfram að sinna því sem ég nefndi hér í upphafi, að tala fyrir umburðarlyndi og virðingu milli fólks af ólíkum uppruna og auðvitað tala þá samhliða bara áfram mjög sterkt fyrir mannréttindum. Ég held að þetta skipti alveg gríðarlega miklu máli svo að þjóðkirkjan geti svona, hvað á maður að segja, þetta séu svona grunngildi hennar, þessi hlutverk sem ég nefndi hér upp, þannig að hún geti haldið áfram að sinna þessu, haldið áfram að stækka og dafna, að þá þarf hún að sinna þessum hlutverki sínu áfram vel. Takk fyrir. Nú eigum við 10 mínútur eftir og ég ætla að beða ykkur aðeins að skerpa á ykkur tímalega og sjóða þetta aðeins saman svörin. Ég ætla að fara í þriðju spurningunni, allir það sé ekki samt síðasta spurningin okkar, svo er spurning hvort að það sé einhver viðbrögð úr sal. Yfirskrift kirkjudagana sælir eru friðflytjendur. Friðarboðskapur kirkjunar er ekki bara mikilvægur, jafnvel mætti segja friður í þröngum og víðum skilningi, hvort sem það er inn á við hverri manneski eða milli mann og þjóða sé eitt af meginstefum kristindómsins. Getur og þá hvernig kirkjan verið samverkefni afl með ríkjum heimsins í baráttu fyrir friði? Diljá, ég ætla að gefa þér orðið. Takk fyrir það er stórt spurt og lítill tímar eftir. Kirkjan getur ekki bara vera, hún er það. Ég lít svo á að kirkjan sé mikill boðberi friðar, það eru auðvitað inntakið í okkar trú, það er friður og það er kærleikur, náungakærleikur og mannvirðing og Þorgerður Katrín kom nú inn á það áðan að það er auðvitað, við höfum auðvitað ákveðið mynstur í heiminum sem er þetta tengsl á milli friðar og mannréttinda og lýðræðis. En svo erum við upplifa það núna í fyrsta skipti í mjög langan tíma í okkar heimshluta að þá erum við að upplifa ófrið og þá hefur líka verið svona ljós í myrkrinu að sjá hvernig kirkjan hefur stigið upp og tekið hlutverki sínu mjög alvarlega við þessar aðstæður. Þannig að bara stuttasvarið er bara já, hef ekki meiri tíma. Þorgerður Katrín. Já, það er alveg rétt að samspil trúar og pólitíkur núna víða heim er stundum ofþétt og við erum að sjá populistiskar hreyfingar og leita að reyna að nýta sér að mínum að þetta misnota kirkjuna, meðal annars réttrúna kirkjuna í Rússlandi eins og við sjáum hvernig Pútín fer og tekur kirkjuna og ýtir undir þessar hörmungar sem að hann er að leiða bæði yfir þjóð sína, Úkraínu og í raun allan heiminn. Þannig að þetta slippir í slóp, en ég er sannfærður það að það eigi að vera augljóst að þessir tveir þættir, trúin og þetta samspil trúar og pólitíkur, að það eigi að geta sameinað krafta sína fyrir friðsamari heimi. Ég er sannfærður það og ætla að leyfa mér að vera bjartsýn. Við sjáum líka því að ég ætla bara að leyfa aðeins aftur sögunni á sínu tíma fyrir hrun múrsins, fall múrsins og kommunismans, járntjaldsins, þegar Pólland fer á stað með Lech Walesa og Solidarnosc, að þá er það kaþólska kirkjan og páfinn sem hefur afdrifarík og mikil áhrif til þess að fella kommunistastjórnina í Pólandi og þar með að verða svona þessi bylgja sem að fer af stað. Mjög mikilvægt. Ég er mjög stolt af þessari sögu. En talandi Póland, ég hef líka átt samskipti við forystu fólk minnar deildar það að ég vilji sjá kirkjuna stíga jafn
af einurð inn í pólsk stjórnmál eins og þau gerðu á sínu tíma til þess að tala fyrir réttindum kvenna sem verið að þrengja verulega að í Pólandi og réttindum hinsegin fólks. Og mér hefur fundist þau svör vera allt of bara vond og gamaldags. Þannig að kirkjan, ég alveg sannfærður það að ef að mín kirkja myndi farast á að tala þessi réttindi í Pólandi, það yrði sviptingar. Hún gata á sínum tíma gjörbreytti heimsmyndinni. Við stöndum ekki frammi fyrir ógnum kommunismas. Þannig að já, ég vona það að trúin, kirkjan, trúin og pólitíkin geti saminað krafta sína til friðsamara heims. Ég ætla bara að leyfa mér að vera það bjartsýn þrátt fyrir allt þetta ógnar ástand sem að blasir við ekki síst fyrir botni Miðjarðarhafs. Takk fyrir, Orri. Stuttasvarið er já og ég held að kirkjan og trúardeildir eigi að vera það og að binda höndum enn sterkar saman í því að vera sterkara afl til friðar í samhengi stöðuna sem er. Hún dregst kannski skýrar upp fyrir okkur þegar eins og Diljá kom inn á, við erum nánast með stríð í bakgarðinu þegar við erum að horfa á Evrópu. En við erum með yfir 50, ef ég man rétt, þú þekkir þetta kannski og þið betur sem sittið í utanríkismálanefndinni, virk stríð allan heim í dag. Og við erum kannski mest upptekin hér af 2-3 sem eru hvað mest í fjölmiðlum. Og þetta er auðvitað fullkomlega óásættanleg staða fyrir hinn vitiborna sem virðist ekki læra af sögunni. Þannig að algjörlega að þá tel ég að kirkjan geti verið aukið afl í þessu samhengi og trúardeildur allan heim, eins og ég hef séð ofan í tengslum við umhverfisvinnuna að þar hafa verið að reyna að leggjast saman og á árar í því. En ef það er einhvern tímann sem er þörf á því, þá er það akkurat núna, því að það er alltaf flókið að vera friða sinna á stríðstímum. Takk fyrir, Þórunn. Já, það er ekki miklu við þetta bæta. Það er mikill skortur og friðflytjandum í heiminum og að sjálfsögðu verður kirkjan hér eins og annar staðar og allar kirkjudeildir að bara axla þá ábyrgð að vera friðflytjandi. Ég held líka, og ég ætla að fá bara bæta því í hálfri setningu hér aftast inn að hluta því er fyrir öll trúarbrögð að horfast í augu við ógnina af bókstafstrúarmönnunum. Að horfast í augu við ógnina af bókstafstrúarmönnunum. Þeir munu alltaf vilja velja ófriðin eins og dæmin sanna. Og sterk kirkja gerir það og það á líka við öll önnur trúarbrögð. Takk fyrir, Ágúst Bjarni. Já, takk, auðvitað margt hér komið, en hvernig var þetta? Sá sem segist verið í ljósinu og hata bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Ég held að þetta er einhvern veginn við, bara að tala fyrir umburðarlyndi, kærleik og virðingu. Kannski er þetta auðvitað einhver einföldun í mjög flóknum heimi sem við bara einfaldlega lifum í, ólíkar menningar og svo framvegis. En ég held að það breyti því ekki að ég held að kirkjan eigi að halda áfram og þurfi kannski enn frekar að bæti að tala á þessum nótum eins og hér hefur komið fram fyrir umburðarlyndi og friði í heiminum. Takk fyrir þetta. Nú er ég að velta fyrir mig hvort það sé einhverja fyrirspyrnur úr sal. Við erum eiginlega búin að ná 50 mínútum sem var svona uppleggið með málstofunni. Ef það er eitthvað sem brennir á einhverjum. Ef ekki, þá langar mig nú að þakka ykkur fyrir alveg ótrúlega gróskumikla og góða umræðu. Ég fór framar vonum mínum og átti von á miklu. Þannig að Getur ekki verið lengur. Já. Og það er rosalega þægilegt að vera umræðustjóri hjá stjórnmálamönnum. Þetta er ekki viðamikið hlutverk í sjálfu sér. En takk fyrir samveruna og takk fyrir umræðuna og vegna ykkur vel í framhaldinu. Takk fyrir.
Já, komið sæl og blessuð og verið hjartalega velkomin. Og ég heiti Guðný Hallgrímsdóttir, prestur fatlaðra og með mér séra Sigrún Óskarsdóttir, fangaprestur. Og við ætlum að fjalla aðeins sérþjónustuna og hún sko eiginlega mikilvægasta þjónustan í kirkjunni. Þannig að hér ætti að vera troðfullt og líka, ég vona að sé troðfullt heima í streymi, þó að við séum ekki hérna mjög mörg. En þannig að sérþjónusta kirkjunnar á sér mjög langa sögu og má eiginlega segja að upp af prestþjónustunar hafi verið sérþjónusta. Við sem erum í sérþjónustunni, við þurfum að mæta manneskjunni, algjörlega þar sem hún stödd og það ekkert svona, við erum kannski ekki mikið í eins og mínu starfi að flækja málin, eins og einhver góður sagði einhver tíma við mig, Guðný, nú ertu farin að tala himnesku, ég skil ekkert hvað það segja. Þannig að þetta skiptir svolítið máli að við mætum manneskjunni þar sem hún stödd og manneskjurnar sem við þjónum eru svolítið út á jaðri samfélagsins og eiginlega má segja að tilgangur sérþjónustunar sé að vera þessi farvegur fyrir fólkið á jaðrinum inn í okkar samfélag. Og bara myndrænt séð getum við litið á þetta bara með þeim augum þegar við erum komin inn í kirkjuhúsið. Þá sjáum við við göngum inn í kirkjuhúsið og við sjáum altarið beint fyrir framan okkur og svo kirkjubekki til einhverja handar. Manneskja sem situr í hjólastól, hún þarf að sitja fyrir utan kirkjubekkin, þannig að hún fyrir utan samfélagið. Og þetta svona kannski sem ég nýti oft mest þessa mynd til þess að bara sýna fólki glöggt hvernig fólki líður að vera alltaf svona fyrir utan samfélagið. Við erum öll eitt í Kristi og þar af leiðandi eigum við öll að geta verið í kirkjunni á okkar forsendum og fengið þá þjónustu sem við þurfum á að halda hvar svo sem við erum. Sérþjónustan líka öðru lítið frábrugðin heldur þjónustunni, þessari almennu þjónustu kirkjunnar, vegna þess að venjulega þegar við hugsum kirkju, hvað sjáum við fyrir okkur? Við sjáum kirkjuhús, við hugsum safnaðarstarf, við hugsum foreldramorgna eða messurnar eða unglingastarf og þar fram eftir göttunum. Og við sjáum einmitt bæði fyrir okkur hús, landfræðilega, bæ, sveit, borg og það þannig að sókna kirkjurnar og þeir prestar sem þar þjóna í afmörkuðu landfræðilegum forsendum. Sérþjónustan, bara í mjög grófum dráttum, þá þjónar sérþjónustan hins vegar þvert á öll landamæri. Við þjónum fólki í tilteknum aðstæðum sem getur ekki nýtt sér þessa hefðbundnu þjónustu sem kirkjan býður upp á. Og leið reynum við líka að leitast við að vera rödd þessa fólks inn í samfélagið og eins og ég sagði áðan, greiða veg þeirra inn í samfélagið þannig að við séum öll jöfn í þessu samfélagi. Ég held ég láta þetta duga bara þessa almennu sérþjónustu. Jú, það eitt kannski að sérþjónustuprestum hefur farið mjög fjölgandi undanfarin ár og ég held að það megi svona einhverju leyti skýra vegna við höfum bara búið með breyttu samfélagi og við erum með og sérstaklega hér á Stóri-Reykjavíkursvæðinu að þeir sem búa út á jaðrinum í borg eru oft miklu meira á jaðrinum, ef við getum notað það orð, heldur en fólk sem jaðarsett í litlu samfélagunum. Vegna þess að litlu samfélagin hafa einhvern veginn meiri burði oft til þess að halda utan fólkið sitt.
eitthvað sem að við í stórborginni erum stundum múin að týna, því nú verum miður. Af því að fyrst og síðast þetta alltaf spurningin það hvernig ætlum við að mæta náunganum, hvar svo sem við búum og hvar svo sem við erum. En í dag við erum fjölmörg, það eru margir sérþjónustuprestar á spítulunum sem við köllum sjúkrahúspresta og djáknar og innan þjóðkirkjunar eru ákveðin föst embætti í sérþjónustunni og það sem sagt prestur heyrnarlausra, fangaprestur, prestur fatlaðra, prestur innflytjenda og einn sjúkrahúsprestur sem með staðsettur á líknadeildinni. Störfin hennar eru aðalega þar. Þá held ég bara gefi þér orðið, Sigrún mín. Takk fyrir. Ég ætla bara að fá að standa hér og þakka fyrir tækifæri að tala málefni sem að sannarlega málefni sem ég brenn fyrir. Og mér langar líka að skila kveðju. Við áttum að vera hérna 3 fulltrúar sérþjónustunnar og hún Kristín Pálsdóttir, prestur heyrnarlausra, hún bað fyrir kæra kveðju en hún veiktist því miður og gat ekki verið með okkur. En það svolítið gaman að velta fyrir sér orðunum og sérþjónustan kannski eins og þetta sé eitthvað svona sér, eitthvað svona kannski, eitthvað svona auka jafnvel, en það svo algjörlega klárt í allri fremgöngu okkar bestu fyrirmyndar, Jesú Krists, að við eigum alltaf að vera það sem að fólk stendur einhver leyti höllum fæti. Þannig að þetta auðvitað bara svona hjarta þjónustunar, að vera það sem að sérþjónustan stödd núna og kannski væri gaman að hafa eins og við erum nú svo góð í Íslendingar hafa bara svona samkeppni, orðasamkeppni þessa þjónustu. En ég ætla semst að tala sérstaklega þá þjónustum sem snýr að fangelsunum og þar hafa einmitt orð Jesú Krists frá upphafi verið kjörorð þessara þjónustu. Þar sem að segir í Mattheusarguðspjalli: í fangelsi var ég og þér komið til mín. Og þessi ágætu orð, þau eru náttúrulega í samhengi og mér finnst það svo gott að því að við komum hérna beint og eftir pólitíkusunum að það sem að var sér góða áhersla að varast bókstafshyggju. Og ég hugsa þess vegna svo gott að hugsa að þetta orð, í fangelsi var ég og þér komu til mín, í þessu samhengi. Því hungraður var ég og þeir gáfu mér að eta. Þyrstur var ég og þeir gáfu mér að drekka. Gestur var ég og þeir hýstuðu mig. Nakinn og þeir klædduðu mig. Sjúkur og þeir vituðu mín. Í fangelsi var ég og þeir komu til mín. Og það einmitt þarna sem við erum að tala þessar grunnþarfir. Eitthvað sem við þekkjum öll og algjörlega sammannlegt. Við þurfum klæði, þak yfir höfuðið og þegar við erum veik þá þurfum við umönnun og svo þau sem í fangelsi. Þau geta ekki farið í heimsókn. Við þurfum að heimsækja þau. Þeirra þarf að vitja. Og þar, eins og annar staðar, þarf auðvitað að sinna þessum grunnþörfum, en það þarf líka að leiða til endurhæfingar, gott orð, endurhæfing, og undirbúnings til að taka þátt aftur í samfélaginu, þegar afplánuninni lýkur. Og við erum góð í svo mörgu, ég var að tala þetta með orðin, að við reynum kannski að finna eitthvað gott orð fyrir sérþjónustunum. Annað sem datt í hug þegar ég var að undirbúa mig, það að við erum líka stundum svo góð í að búa til svona hópa. Þið vitið, hvað ég var að segja, Þingeyinga, þeir eru nú svolítið góðið með sig og Skaftfellingar eru svo hóværir og Selfessingar eru svo miklu hnakkar og alls konar svona. Svo getum við líka að fara að tala einhverjar stjettir þetta, þið vitið, hafnaverkamenninu og svona og prestar, við vitum allt það og læknar og lögfræðingar og kennarar og allt þetta. En svo þetta aldrei svona, svo erum við bara hópur af alls konar fólki sem kemur saman. Og þannig það líka, það nefnilega alveg ótrúlega ódýrt og við reynum að sleppa vel ef við ætlum að fara að tala einhvern hóp sem eru fangar. Fangar nefnilega mjög fjölbreyttur hópur
Og í fangelsunum starfar líka mjög fjölbreyttur hópur. Þar eru fangaverðir með alls konar bakgrunn og sögu. Þarna eru sérfræðingar á alls konar sviðum, bæði innan fangelsismálastofnunarinnar og utan. Þarna eru fulltrúar afstöðu, félagsfanga. Þarna koma sjálfboðaliðar á vegum AA-samtakana, oft í hverju einustu viku í öll fangelsin og eins vinir frá Rauða krossinum. Og það má áframtelja. Það er listafólk sem kemur, gefur sér tíma og þekkingu og veitir gleði og návist. Og ég er svo þakklátt fyrir það að þjóna í kirkju sem heyrir þessi orð Jesú, tekur þau alvarlega og hefur langt skeið tekið frá eitt embætti til þess að sinna þeim sem eru í fangelsi sérstaklega. Og það vill svo til að fyrsta svokallaða sérþjónustu embætti kirkjunnar einmitt þetta starf fangapressins. En það hefur verið starfrækt frá árinu 1970. Og þá var það séra Jón Bjarman heitinn sem að seinna gerðist svo sjúkrahúsprestur, var mikill frumkvöðl í sálgæslunni og sérþjónustunni. Og síðan hafa menn komið og verið lengri eða skemmri tíma. Séra Hreinn S. Hákonarsson, forveri minn, hann var þarna í heil 27 ár. Og það segir sig þetta sjálft. Þegar við heyrum þetta, 1970 var stofnað þetta embætti og algjörlega brýnt og nauðsynlegt þá að árið 2024, það er sko ekki saman að líkja samfélagið okkar eða fangelsin þá og nú. Og mér finnst að kirkjan eigi að taka það mjög alvarlega, að þarna þarf að auka þjónustuna. Hún er flókin og hún er sérstök, hún er einstök og hún er brýn. Og svo ég tala fyrir sjálfa mig, það er afskaplega gott að sinna þessari þjónustu. Það er svo margt nefnilega, það er gefandi, það er krefjandi, stundum er það vissulega ögrandi. En það er líka oft mjög skemmtilegt leið og það getur verið svo átakanlegt. Og svo fæ ég stundum þessa spurningu, hvernig er svona hefðbundinn dagur fangapress? Og stuttasvarið er þannig að það er bara ekki til neitt sem heitir hefðbundinn vinnudagur. Hver dagur ber eitthvað óvænt með sér. En fyrir utan allt þetta óvænta, þá reyni ég auðvitað að búa til einhvers konar rútínu. Ég heimsæki Hólmsheiði á mánudögum, fer á Litlahraun og Sogn á þriðjudögum, húsfund hjá Vernd á miðvikudögum og 1 fimmtudag í mánuði fer ég vestur á Kvíabryggju. Og svo er ég með skrifstofu. Nú er hún aftur komin heim í Grensáskirkju og þangað getur fólk komið. En í helgihaldinu, þar er auðvitað, þurfum við að vera svolítið skapandi og þar er auðvitað stóru hátíðarnar okkar, haldnar hátíðarlegar eins og annar staðar, en auk þess svona það bil einu sinni í mánuði einhvers konar helgihald. Og fyrir mig hafa vinnustofu fangelsina nýst mjög vel til þess að kynnast sóknarbörnunum mínum. Og notaleg kveðja sem ég oft fengið til dæmis upp á Hólmsheiði, þar sem að menn er að búa til ótrúlega fallega muni, hvet ykkur til að skoða það á fangaverk.is. Svo segir, nei, prellin bara mættur. Og er þetta nokkuð dónalegt að segja þetta svona? Var svona fyrst sagt og síðan er þetta bara svona vinalegt finnst mér að vera prellin sem er mættur. Og svo kallaðir þegar ég kem á svona pínulítinn rosa pempjúlegan kaffibolla sem að þeim finnst náttúrulega mjög fyndið. Ég kem með inn á vinnustofunar á Litlahrauni. Strákar, holy kaffibása, og svo koma þeir og segja halleluja. Og þetta er skemmtilegt. Og þarna er líka bara, það er einhvern veginn reyndar láta að rúlla myndir, það er alls konar myndir, það er til dæmis ein á Hænum og þar er staðið þar sem ég var einhvern að rölta og fór í skoðunarferð í Hænsnakofan og svo kem ég við á trésmiðjunni og í skólastofunni og bara þar sem að fólkið er og það er svona notalegt að setjast og heyra til dæmis hjá konun, það er svona suð í saumavél, tif í prjóna og heklunál og það er líka alltaf þetta boðið upp á gott kaffi og spjall. Og ég held kannski að óvenjulegasti vinnustaðurinn sé fjárhúsið á Kvíabryggju. Og það er nú einhver ótrúleg fegurð og tenging í því að koma í fjárhúsið. Og þar hef ég séð
stráka sem að hafa kannski einhvern veginn alltaf flosnað upp úr vinnu og einhvern veginn ekki bara haldist í vinnu. Svo koma þeir hérna í sauðburðinum og vorin og það gerist eitthvað bara, við vitum öll hvað það er þegar við sjáum ungviðið og þegar þeir upplifa þetta, fæðing nýs lífs og stundum þar með að segja blása lífi í litlu lömbin, það gerist eitthvað alveg ótrúlega dýrmætt og mér þykir svo vænt að sjá breytinguna sem að verður á mönnum við að fá að upplifa þetta. En sem sagt, já, það er þessi óformlegu samtöl yfir kaffibolla sem eru svo mikilvæg, en líka samtölin sem að ég á við þá sem að óska eftir því að hitta mig í einrúmi. Þar eru dýrmætar stundir og sjálfgæslan eru þetta mjög mikilvæg og ég segi ofta, eru þvílík forréttindi að vera þarna og þurfa ekki að vera að greina neitt eða dæma neitt, það er endalaust verið að þið vitið allar þessar greiningar sem eru auðvitað góðar og gildar og nauðsynlegar, algjörlega. En það er bara annað fólk sem er svo fært í því, búið að mennta sig í því og svo eru bara dómarar hérna út í bæ sem að starfa við það að dæma menn í lengri eða styttri tíma og svo fæ ég að vera þarna bara prestur, koma og hlusta. Og stundum er auðvitað erfitt að finna orð og útskýra flóknar tilfinningar því það er gríðarlega, þetta er tortryggið umhverfi og gríman er dálítið föst, en þegar henni er sleppt þá verður samskiptin svo einlæg og uppbyggjandi. Og svo hef ég verið svo lánsum að hafa gott tónlistafólk, það rúlar nú þarna á bakvið eftir hænurnar og hanana, að fólk sem hefur komið með mér og það er nú kannski skiptir auðvitað mjög miklu máli að vera flinkt og kunna tónlistina, en ekki síður það að hafa gott og fallegt hjarta. Og hún Anna Sigga söngkona, hún talar alltaf að koma með mér í trúboðsferðir og mér finnst það svo fallegt. Og þar erum við ekkert að fara inn í svona hefðbundna kirkju eins og Lindakirkju þar sem við erum núna. Við förum í matsalinn á Sogni og breytum það, bara kemur svona matarilmur svona þegar stundin er að verða búin, þá vitum við að matarleitunum er svo sterk að við færum okkur og fáum okkur að borða. Svo förum við á bókasafni á Hólmsheiði og við förum í íþróttasalinn á Litla-Hrauni. Það er bara dregin svona síðtjöld fyrir alla rimlana og það er svo gaman að því að Hjalti, vinur minn, er hérna núna sem er að fara að taka við að mér í þessu starfi, að það er sko altarstefnan þar er körfuboltaspjald og Hjalti er svo mikil körfuboltamaður. Þannig að allt verður þetta einhvern veginn eins og það á að vera bara. Svo bara mæti ég með kertastekkan, fallegan dúk og þetta er orðið kirkja. Og ekki að því að húsnæði verið kirkja, heldur að því það sem við erum að gera þetta samfélag, það þegar við syngjum og byggjum saman, þá er þetta orðið kirkja. Og svo er það bara þarna eins og allsstaðar annars staðar. Ef þú hefur áhuga á fólki, þá þarftu ekki að tala neitt mjög lengi til þess að komast að því að það er svo margt sem að sameinar okkur. Og það er svo misjafnt hvaða næstu þú færð út í lífið. Hvort þú fæðist með athyglisbrest eða aukna áhættu að verða fíknisjúkdómabráð, hvort þú fæðist með silfurskeið eða í fátækt, í ástríki eða afskiptaleysi, og það er mjög þunn þessi lína á milli farsældar og ógæfu. Og auðvitað vitum við það að það er ekkert okkar tryggt fyrir láni í lífinu. Ég fara að stytta þetta hérna, en mér langar samt kannski bara að segja að það að vera manneskja getur verið alveg nógu flókið og sitja í fangelsi eða eiga ástvin sem er í fangelsi, það hefur djúp og varanleg áhrif á alla sem að verða fyrir því. Og það er mikilvægast að horfast í augu við það að það er til mikils að vinna fyrir okkur sem einstaklinga, sem kirkju, sem samfélag að mæta þessum hópi með fjölbreyttum hætti þar sem þarfirnar eru misjafnar og fólkið er margt. Og lífið, það er það sem gerist eftir því sem að tíminn bara streymir fram. Líf með hamingjustundum, áföllum, óhöppum og velgengni, væntingum og vonbrigðum. Og stundum finnst mér einhvern veginn, bara kannski meira eftir því sem ég eldist, að við sækjumst í raun mestu öllu eftir hversdagsleikanum. Bara það að vakna, komast á fætur, nærast og starfa, elska og vera elskuð
og fara svo aftur að sofa að loknum bara venjulegum degi. Og aftur svona alveg í lokin, mér langar að hvetja ykkur til þess að skoða þessi síðu sem ég meintist á í upphafi, fangaverk.is. Þar hefur keypt margar fallega tækifæris og jólagjafir og það er þannig að flestum föngum, bara eins og okkur öllum, líður betur að hafa vinnu og einhverja rútínu og allt sem að við gefum í það starf, það fer í að bæta tækjabúnað og gera möguleika og búið til fleiri fallega muni. Og þannig eignumst við fallega muni og við erum að styrkja gott málefni. Takk fyrir mig. Já, þetta er sko alveg rétt. Og ég veist nefnilega, ég þarf að vera hér. Þetta er alveg rétt. Við þurfum að vera þar sem fólkið er, hvort sem það er í fangelsi eða ekki. Kannski, Sigrún, en þú kannski að svona aðeins, eða bara, ég get sagt þér svona bara þegar ég á að. Ég er nú á mínu 34. starfsári sem prestur fatlaðra og þjónustan sem að ég sinni nær yfir eiginlega alla þá staði þar sem að fatlað fólk lifir, svo sem heimili, sambýli, vinnustaði, stofnanir og skóla. En hinn síðari ár hefur áherslan verið meira á fólk með þroskahömlun, bara vegna þess að það er kannski sá hópur sem að getur hvað síst tileinka sér hefðbundna þjónustu kirkjunnar. Orðfæri og annað þarf að vera með öðrum hætti. Og starfið mitt einkennist mjög mikið af ferðum til og frá þessum stöðum og það sem ég á nú oft hægar vik heldur en manneskja sem þarf að panta sérþjónustubíl með margar daga fyrirvara. Það er ekki hægt að detta í hug að fara í bíó. Það þarf að ákveða það með löngu fyrirvara í mörgum tilfellum. En ég býst við ég fari í sirka 200 heimsóknir á ári. Það er svona kannski, öllu jöfnu ger ég það. Og ég hef líka fasta viðtalstíma á skrifstofunum minni heima í Grensáskirkju og svo erum við líka með starfsemi þar. Við erum með starfsemi þar annað hvern 5. dag á veturna og þá er það opið öllum sem að vilja koma og mitt fólk er mjög duglegt að mæta og bílaplanið fyrir framan Grensáskirkju, það er alveg tróðið af sérþjónustubílum annað hvern 5. dag í mánuði og það er rosa gaman. Svo þau taka svolítið mikið pláss og þau þurfa að fá að taka mikið pláss. Þau eru búin að vera svo lengi á jaðrinum. Í þessum heimsóknum mínum á heimili fólks og sambýli og annað, sko, þar er minn skóli í öll þessi ár. Þar hef ég lært svo margt og mikið og bæði kynnst gleði og sorg, bara eins og lífið er. Og ég man sérstaklega eftir einu skipti þar sem ég á búin að vera í mjög erfiðum málum bara í 2 vikur og ætlaði ekki eiginlega að hafa mig í það að fara og heimsækja vini mína á þessu sambýli, en einn af vini mínu var búin að vera á spítala út af mjög sykursjúkur og ég bara gat ekki annað en farið og athugað svona hvernig hann hefði og svona og svo kem ég til hans og við situm og spjöllum saman og svo segi jæja, hvernig líður þér í dag og hvernig ertu? Jú, flórsykurinn er bara mjög góður núna. Og bara þetta orð, þú veist, ég skildi hann skildi hvað ég var að spyrja og allt það, en bara þetta orð, það bara gerði þessar daga undan, bara, þurrkuðist bara út, sko. Og bara þetta, þegar ég kem á staðinn, öll hinn, og það hefur heldur ekki þessi, það felur sig ekkert á bak við ykkur andlit, það kemur fram oftast nær hreint og beint
og það hef ég lært líka þar hef ég lært mjög mikið af þeim og þau láta mig algjörlega heyra það ef ég ekki að standa mig. Mér finnst það alveg frábært. Nú líka hlutastarfin mín að kynna málefni fatlaðra alls þar sem ég kem og mér þykir það alltaf jafn gaman og ég tók líka fötlunarfræði núna fyrir þó nokkrum árum síðan og það skerti líka sýn mína svolítið á þennan málaflokk og hversu mikilvægt það að við öll fáum tækifæri í þessu lífi og höfum rödd. Hér má sjá fólk á einni vinnustofu sem ég heimsækja einu sinni í viku. Ég er með fasta viðtalstíma á 5 vinnustöðum í hver einustu viku og kem þá og hitti mitt fólk. Þannig eru þau í kaffi og þau eru svo heilsusamlega að það var bara tekið dans í kaffinu til þess að aðeins að hrista sig. Mátt alveg skipta. Þannig er ég svolítið gaman að því ég er nú búin að vera svona lengi, ég er bara að fá að vera svona, að þá eru fermingabörnum mín að nálgast 50 og ég hef verið svo lánsum að fá að fylgja þeim alla tíð. Þannig að stundum finnst mér ég vera svona svo góðu sveitaprestur sem að færa fylgjast með fólkinu sínu bara ligguði frá vöggu til grafar og af því ég er óendanlega þakklátt fyrir það. Þetta eru 3 gaurar sem ég fermdi fyrir 25 árum síðan og eru núna í starfi í ákveðni hæfingarstöð og þangað kem ég líka og spjalla við á. Þannig ég held ég að koma bara, við erum eitthvað í sambandi við jólastús, sýnist mér. Já, mátt skipta kannski næstu. Þarna er góð vinkona mér, ég fékk leyfi til þess að sýna einhver akkurat þessa mynd. Þetta er hún Birgitta, vinkona mín, sem hefur kennt mér svo ótrúlega margt. Ég myndi segja að hún hafi kennt mér fyrst og síðast æðruleysi. Ég held að hún er búin að missa sjónina og hennar svona atgerfir allt orðið miklu lúnar en það var. Hún er ein af fáum því miður Downs fólki sem að við höfum í okkar samfélagi ennþá. Við vitum það að í dag er skimað sérstaklega fyrir Downs heilkenni og í sjálfu sér verið að útrýma þessu fólki úr okkar samfélagi og ég get eiginlega bara ekki talað um það að fara að gráta því að það er ég bara skil það ekki hvernig er hægt að bara útrýma einn tegund af mannkyninu. Það er óskiljanlegt. Kannski verður það næst allir sem eru rauðhærðir. Þetta er fáránlegt vegna þess að fólk með Downs heilkenni þetta er á stærðarinn að rófi og margt af mínu fólki hefur lifað góðu lífi. En þarna er Birgitta mín, eins og ég segi, hún er mjög lasburða og allt það, en alltaf er hún jákvæð. Það er alveg sama, það er alltaf allt frábært. Og hún kemur ennþá til okkar í stundirnar í kirkjunni. Sér hún mátt alveg skipta næstu. Þetta er annað fermingabarni mitt. Ég er svolítið stolt af þessum dreng vegna þess að hann fékk tækifæri á sínum tíma til þess að fara í almenna vinnu og sýndi það svoleiðis og sannaði að hann var margra manna maki, algjörlega. Fyrir utan það að hann er venjulega svona með reglulega millibili með svona stand-up og er alveg frábær í því. Maður þarf eiginlega bara að vera með súrvindiskútin með sér, maður hlaði svo mikið. Næsta bara. Þarna er mynd úr stundunum okkar í Grassáskirkju, annarkvæmt 50. Það koma svona cirka 50 manns í hverja stund og það er svolítið merkilegt að þegar við ætlum að fara á stað með þetta þá er þetta gert í sambandi við samvinnu við ASKR og
við ætluðum að vera bara með svona í stuði með Guði stundir, svolítið svona hressar stundir og svona, já, fókusera kannski mest á svona yngra fólkið, en þau eru á öllum aldri sem að koma í þessar stundir, alveg frá 17 og upp í, sá elsti hefur verið rúmlega 8 og þetta hefur líka þróast út í það að vera fyrirbænir og kyrrðastundir, en ekki eitthvað í stuði með Guði. Það er svolítið, mjög stællingar alveg dásamlegt, vegna þess að það er svo mikilvægt þegar að við erum að hlusta á fólkið okkar og reyna að gefa því rými inn í kirkjunni, að við stýrum þeim ekki endalaust, að við skiljum forræðishyggjuna eftir fyrir utan dyrnar, svo ég get sagt bara svona eins og þér. Já, kannski næsta. Já, þetta er líka úr stundunum. Þar eru allir góðir vinir, eins og má sjá. Og mér líður stundur svona eins og þegar ég kem á staðina í hérna prinsessa eða drottninga, því að það er bara Guðni prestur kominn, fagnar mér enginn svona nema þau. Máttu skipta bara meira. Þetta eru bara svona myndir úr starfinu. Þannig er að þegar þau koma í stundirnar, þá byrjum við á því, þau eru að koma beint úr vinnu eða skóla, og við byrjum á því að fá okkur kaffi saman, fáum okkur kaffi og kleinur og erum líka með ávexti, og svo förum við bara svona yfir hérna síðustu daga. Er eitthvað svona sem að hefur komið upp á hjá ykkur eða hvað voruð að gera skemmtilegt og annað. Þannig að þetta er samfélag, bara sterkt og gott samfélag. Og svo förum við inn í kirkju og eigum þar okkar bænastund. Mátt skipta bara meira. Sjáðu, þarna við endum allar stundir á því að hver og einn kveikir á sínu bænakerti og biður fyrir því sem að liggur viðkomandi á hjarta. Og mér finnst það svo ótrúlega fallegt að mér finnst þau ætti að biðja miklu meira fyrir sjálfur sér og að þau gætu gert meira eða fengið meira rými og annað, en þau eru alltaf að biðja fyrir hvert öðru. Það er svo sammerkt með þeim, og enda segi ég sko að þegar talar manneskjur sem er með þroskahömlun, bara svona í fljótu bragðið, horta mann sem er milli 50 og 60, og þá er oft sagt, já, hann er sko með þroska á við 10 ára barn. Og ég verð alltaf svo reið þegar að þetta er sagt, vegna þess að manneskjan er búin að lifa í öll þessi ár og alla þá reynslu sem hún hefur fengið. Þannig að bara, ef að þið heyrið ykkur segja þetta, stoppið það. Sjá. Þarna er einn mjög góður vinur minn, og hérna við fórum stundum saman í sumarferðir að Sólheimum í Grímsnesi, og hann lést núna í vor, og það var mjög skrítið að fara á Sólheima án þess að hafa Úlfarbjarka með sér. En til dæmis þessu Úlfarbjarki, sko, ef að eitthvað bjátaði á, hvort sem það var í vinnunni eða í samristundunum okkar eða eitthvað staðar, hann hafði alltaf svör. Guðný, nú syngjum við og Jesú bróður besti. Söngurinn lagar allt. Þetta er svo frábært. Já. Þarna eru fermingabörnin mín úr Klettaskóla. Þannig er að ég hef verið með fermingafræðslu fyrir börn með þroskahömlun frá árinu 1990, og í upphafi var fræðslan fórum fram eingöngu eiginlega bara í 2 skólum, þáverandi Öskjuhlíðarskóla og sko Safamýraskóla, en með breyttu samfélagi og skóla án aðgreiningar stefnunni, þá er mjög mikið af mínu börnum, fermingabörnum í sínum heimaskólum, og ég kem þá þar inn með fermingafræðslu að þeirra hætti. Og það síðast ári var ég með fermingarstörf í 8 skólum og Stóri-Reykjavíkursvæðinu.
Þannig að, og fermingarfræðslan fer fram þannig að ég hitti þau öll einu sinni í viku í skólanum sínum og svo hitti ég þau líka einu sinni í mánuði í þeirri kirkju sem þau komið til með að fermast í með fjölskyldum og öðrum ættingjum og vinum. Þannig eru þau orðin mjög heimavön í kirkjunni og ekkert sem að kemur þeim óvart og foreldrarnir líka orðin heimavanir. Þannig að þetta er svolítið góð leið til þess að ná til foreldrarna líka. Ég nota svolítið sérstaka nálgun í fermingarstarfinu. Þemað allan veturinn er vináttan. Jesús er vinur okkar og hvernig hugum við okkur sem vinir, hvernig viljum við vera sem vinir og hvernig eiga vinir að vera. Og vináttan, ég held að mæta alveg heimfæra þetta upp á fleiri stofnanir og samfélög að við myndum fókusera meira á vináttuna. Hvernig viljum við að koma sér fram við okkur? Og þegar kemur að fermingarspurningunni þá nota ég ekki þetta með leiðtogan. Ég spyr þau einfallega hvort þau vilja vera vinir eða vinkonur Jesú alla sína ævi. Og það skilja þau mjög vel. Já, þetta. Þarna sjáum við til dæmis, sko, hér áður fyrir var ég kom ég inn í kennslustund bara og fekk að koma þar inn og var með sérkennarana með mér og allt það en nú hitti ég þau bara eftir skóla í frístundinni og það er eiginlega svolítið frjálsara heldur en þetta, bara mjög gott. Já. Þarna sjáum við fermingargaurinn minn. Mér finnst þetta svo lýsandi mynd akkurat fyrir svona stemninguna í fermingunni. Það er bara, hver og einn er bara eins og hann er og nýtur sín. Og hvar ef ekki í kirkjunni, ef að fá að njóta okkar. Já. Já, er ég að vera að búa með tíman. Þetta eru fleiri fermingamyndir. Ég verð að segja ykkur aðeins með þennan dreng. Hann er hann mjög einhverjur, ég fekk leyfi til að sýna ykkur þessar myndir allar. Hann sem sagt var þannig að sko, ég fermdi hann heima hjá sér og það var mjög fáir sem að komi í veisluna, það voru bara amma og afi og nokkrir einstaklingar bara svona sem hann vildi hafa. Við varum búin að æfa þetta heima og hann var alveg rosalega flottur. Svo kemur fermingardagurinn, rennur hann upp og þegar ég kem þá eru nokkri komnir inn í stofu og hann var ekkert voðalega hrifinn af því að þetta fólk væri komið inn í stofuna. Þannig að hann satt bara inn í sínu herbergi í sparifötunum og var að kuppa alveg rosalega erfitt tæknilegó. Þú veist, ég get ekki bara að sé hvað snýr upp og niður. Og ég segi, já, nú þurfum við að fara að ferma. Nú kemur við fram og hann bara vildi ekki koma fram. Og til að gera langa stöðu stutta, þá var það þannig að hann var inn í sínu herbergi og ég var í dýragættinni og stofan hinum megin. Og svo bara fór athöfnin fram og þegar að koma því að hann ætti að fermast, þá sagði ég, já, nú komið að fermingunni, eigum við að ferma þig? Og þá heyrðist inn í herbyggi, já. Og þá sagði, þá voru að koma fram í dyrnar svo ég geti mannstu, sett hendina á höfuðið þitt og svona. Og hann gerði það, kom fram í dyrnar og allt saman og ég setti hendina á höfuðið á honum og fermdi hann og hann fór svo aftur inn að kuppa. Og í loki þá höfðum við ákveðið við ætlum að syngja saman og hann var búin af hans ósk, börnin mín velja venjulega sína sálma sjálf, uppáhaldssálma og nema hvað ég segi svona, nú ætlum við að syngja saman og þá heyri ég eitthvað svona muldur sko í fólkinu inn í stofu og þá var það þannig að hann hafði bara aldrei sungið. Það hafði enginn heyrt hann syngja. Þannig að ég sagði bara, nú ætlar hann að syngja fyrir okkur. Og drengurinn söng í bljúri bæn inn í herbergi með sinni engilfögru rödd og það var sko, það voru allir grátandi frammi. Þetta var sko, ég fæ alveg bara gæsa og þegar ég segi ykkur frá þessu vegna þess að þetta var svo dásanlegt. Nú bara fara fljótt yfir sögu, þarna eru fermingar, skvísurnar mínar, þetta verð ég að sýna ykkur.
Þetta eru múrbrjótarnir miklu, því sáu kannski í fréttunum daginn fólk með Downs-heilkenni sem var að gifta sig. Ég gaf þetta par saman árið 2001 og þetta ástin í öllu sínu veldi. Þetta sýnir, og þessi gaf ég líka saman. Þarna koma myndir af einmitt hæfileikunum og öllu því sem við getum gefið. Þetta leikhópurinn Perlan, hér lengst til vinstri er Sigfús Svanbergsson, mútt fletta bara áfram. Hann var með leikrit í vetur sem átti að sýna bara 2 svar. Það var sýnt fyrir fullum sal í allan fyrir vetur og það er búið að færa núna held ég verið á stóra sviðu og hann er komin aftur. Stórkostlegt verk og ég hveti ykkur til þess að fara að sjá eða þið er ekki búin að sjá. Það var bara að fletta. Hann fekk múrbrjótin árið 2023 í fyrra. Já. Þið þekkju öll þættina með okkar augum. Það átti að vera 2 tilrauna þættir. Ég man ekki hvort þetta 15. serían sem við erum með núna. Áfram bara. Þetta var mikill múrbrjóti líka þessi kona og skrifaði bók sem er mjög áhrifamikill lesning. Hveti ykkur til þess að lesa hana. Þetta er bara myndir af henni Maríu og syni hennar, mátt bara fletta. Þetta eru svona fyrirmyndar sem mitt fólk þarf að fá fyrirmyndir, ekki okkur, heldur þau sjálf. Mátt bara fletta. Þarna fá þau vonaríka framtíð. Og líka, ég lofa þetta fyrir það að ég er undursamlega sköpuð. Þarna, þetta eru allt vinningshafar og mikla fyrirmyndir. Já, takk. Ég gæti alveg talað í allt kvöld, sko. Sagt og rétt sem hún segir. Já, takk fyrir. Hún segir einmitt, ég er svo sammála að þú segir þetta. Mitt fólk þarf ekki mig sem fyrirmyndi eða okkur, heldur þau þurfa sjálf að skapa sínar fyrirmyndir. Já, og bara líka fallegt það starf sem að þú ert að sinna sem sjúkrahúsprestur, sem fangaprestur, finnst það mjög áhugavert að heyra þessar reynslusögur þínar úr fangelsunum. Og það skiptir svo miklu máli að fólk sem er í þessum stöðum umgangist völd sín af auðmýkt en ekki hroka. Takk fyrir. Takk.